Jæja, góðir áhörendur, velkomnir í þátt númer 113 af sjónvarslösum 50 dögum. Þetta er engin venjulegu þáttur, þetta er ársuppgjörið fyrir árið 2024. Nokkrum dögum á eftir áætlun en við eigum góðar afsakanir en ætlum ekki að þreyta ykkur með þeim. Verður ekki bara að segja eins og drottningamóðurinn gamla í Bretlandi: Never complain, never explain. Þar kom það. Þetta er búið að vera gott ár. Þetta ár hlaupár þannig að við fengum auka dag. Facebook var 20 ára og svo var kosið. Já, það voru kosningar á árinu. Og Erum við með það hérna? allt, Ég er ekki vissum að það sé á listanum. og allt í einu eru við tveir orðin átta. Já. Þetta er alveg frábært og ég Við hlakka fjölgum svo til okkur eins og kanínur. ég hlakka svo til ársins 2025 að þetta ég held að verða alveg stórskemmtilegt. Ég hef smá áhyggjur af hag skattgreiðenda, ekki smá, töluverðar. Töluverðar, já. En ég held að í stjórnaranstöðu verði þetta býsna skemmtilegt tímabil framöndan. Ég hlakka til. Já, ég held þetta verði og við verðum með þetta ekki frekar en í annan tíma stríðnir. Það væri ekki Nei, uppbyggileg gagnrýni. uppbyggilega, engin stríðni En nema kannski óvart inn á milli. af og til. Við glemum okkur. Já, við höldum aftur á okkur, verðum þægir. Heyrðu, það er að mörg að hyggja í ársuppgjörinu sem að eins og við sögðum nú frá í fyrsta ársuppgjörinu þá höfðu þetta alltaf svona rétt eftir áramót til að ná öllu árinu inn en svo út af aðstæðum þá svona teygðist aðeins í þessum nokkra daga en ég áhörendur fyrir ekki okkur það nú en þetta verður svona grunnurinn svona svo við rifjum þau upp þá var þetta nú svona smá, hvað er þetta kallað svona virðingarvottur við gamla áramóta uppgjör vefþjóðviljans. Já, við höfum mjög gaman að því á meðan að það stóð. Áður var breska tímaritið Spectator, eitt elsta tímarit í heimi með svona upprifun. Bæði vefþjóðviljin og Spectator hafa hægt þessu en við höfum tekið upp þráðina sem að þeir hörfu frá. Og við erum núna búin að lögðum meiri áherslu á að fá ábendingar, tilnefningar frá áhærendum heldur en við gert áður og það eru margar býsna góðar. Já, þú ert að segja að við byrjum ekki ábyrgð á öllu sem að hér kemur fram. Þetta var disclaimerinn. Já, ég meina við fengum margar mjög fínar ábendingar. Þannig að ef það er eitthvað, ef við förum yfir línuna í einhverju samhengi, þá er það í raun ekki okkur að kenna. Þetta er ekki eins og þegar ríkisstjórnin auglýsir eftir tillögum, við raunlega tökum mark á því sem að fólk sendir okkur. Akkurat. Það fór allt inn. Já, ég held það bara. Já, ég held það. Þannig að þetta verður og bara eins og vanalega þá er þetta svona bland af kaldhæðni og ekki. Já. Og við treystum þeim sem hlusta á sjónvarslösa 50 daga til að gera greinamun þar á. Vanir hlustendur kunna greina þarna á milli. Mér stýnist þeirra svona aðeins fleiri kaldhæðnisleg verðlaun en einn. Örlítið, en það er bara þeir sem ekki geta gert þarna upp á milli, þeir gætu nú þurft að hugsa sinn gang. Ekki hægt að hlusta á sjónvarslösa 50, svona aðeins að jartengja sig. Því að það er nú það sem hefur kannski vantað mikið undanfarin ár er svona að kaldhæðni og svartur húmor fái að njóta sín. Svo er líka kosturinn sá að þeir sem gætu orðið fórnarlömb kaldhæðninar, þeir yfirleitt kunni ekki að greina þarna á milli, þannig að þeir verða bara kátir líka. Já, það er enda rétt. Það er enda rétt, sko. Þeir verða bara hlaðinni verðlaunum í lok dags. Já. Heyrðu, ef við ekki að rúlla í þetta og ef við ekki að hafa bara taktinn að byrja og þú takir flokkana og ég fyll inn í og skiptum svo á. Já. Á þessum lista sem að liggur fyrir framan okkur er byrjað á það sem hljóta nú í sögu liðins ás að teljast nokkuð stór verðlaun. Það er hvalveiðimaður ársins. Áður en þú upplýsir hver það er, þá hefði ég nú kannski talið að þú gætir átt einhverja heimtingu til þess að fá þessi verðlaun, en það væri frekar hvalfriðunarsinni ársins eftir þú á árunu varaðir mig við því að fara í sjósund til að veða ekki skutlaður. Ætlar að núa mér upp úr þessari hatursorðræðu minni árum saman. Já, ég er svona vonast til þess að láta þér af hatursorðræðu í framhaldinu. En hver var á endanum hvalveiðimaður ársins?
Þetta var nefnilega flokkur þar sem að margir voru tilnefnir. Það var Bjarni Benediktsson auðvitað sem matvælaráðherra þegar þar að kom og Jón Gunnarsson sem aðstoðamaður matvælaráðherra þarna í nokkra mínútur inn í ráðuneytinu og auðvitað kapteinn Ahab, Kristján Loftsson. Mm. Og svo var auðvitað bara fyrirvændi Mossad-maðurinn. Já, Hann auðvitað fekk þarna tilnefningu. það var nú stór undarlegt mál. Ég hef grunum að það hafi ekki alveg verið útskýrt. Hvers vegna er einhverju fyrrverandi Mossad menn að njóstna áhuga mann sem er ekki ráðherra á Íslandi í gegnum sonans á hvalveiðum. Það er einhver... Þarna er ósögð saga. Já, En það var niðurstaða og hvalveiðmaður ársins er Svandís Svavarsdóttir og einhvernum kann nú að koma þetta óvart en Svandís Svavarsdóttir varð auðvitað þess valdandi þó að það hafði örugglega ekki verið ætlun hennar að hér er búið að gefa út nýtt og gott hvalveiðileyfi til næstu ára og það gerði hún með því að taka ekki sæti í starfsstjórninni og leipa þar með Bjarna Benediktsson já, að borðinu hvað þessa ákvörðun varðar. þetta er rökrétt þegar þú nefnir það. Þetta er bara þannig að Svandís Svavarsdóttir til hamingju með að vera hvalveiðimaður ársins. Þetta er verðskuldað. Já, ég held það. Þetta án þessarar ákvörðunar Svandísar, þá hefði þetta leyfi sennilega ekki verið gefið út því að ríkisstjórnin sem var hömruð saman núna, ríkisstjórn Valkyrjana, Já, er efins að hún hefði gefið út. já, aldrei lagt í það. Þannig að þetta er verðskuldað. En við færum okkur þá í næsta lið og það er nú mikið talað um vanhæfi þessa dagana og eflaust þá fyrir vikið mikil samkeppni um næsta lið sem er vanhæfasti Íslendingurinn á liðinu ári. Já, þarna komu nokkrar tilnefningar en það var einn aðili sem að fékk þær áberandi flestar og þetta tengist nú hvalveiðimálunum nokkuð en vanhæfasti Íslendingurinn á árinu 2024 er Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur við háskóla, dvelur nú löngum stundum í Sierra Leone en hann metur menn vanhæfa hægri vinstri en telur öfgafulla afstöðu sína til hvalveiða ekki hafa nein áhrif á hæfi hans til að hlutast til afstöðu til þeirra í gegnum fagráðum velferð dýra. Já, já, hann var í því einmitt, sem hann hvalveiðimaður ársins kom á. Já, var það ekki? Nei, ég held að það hefði verið til áður, ég er þú ekki alveg viss, en hvalveiðimaður Fór því einhver hlutverk með að úrskurða Já, og hvalveiðimaður ársins fór að nýta sér ráðleggingar ráðsins langt umfram það sem að ráðið hafði stöðu til að veita. Já, já. Þannig að þetta var allt bara fínt svona kokkabyks á kontor VG eins og eitt og annað. En þessi Henry Alexander, siðfræðingur, Já. er hann eitthvað svipaður Stefáni Einari siðfræðingi? Er þeir svona á sömu línu myndur þú halda eða Nei, er eitthvað í milli? það er töluvert í milli. Stefán Einar, sesamfræið eins og hann er kallaður hjá samkeppnisaðilum okkar í Komið gott. Hann það er himinn og haf á milli. Já, það er gott. Og eins og ég segi bara Henry Alexander Henrysson vanhæfasti Íslendingurinn, Stefán Einar Stefánsson einn af þeim altraustustu. Þannig að það er mikill munur þar á milli. Já, þú hefði viljað hafa liðin að hæfast Íslendingurinn 2024 ólangt gengið. Það er ólangt gengið. Kannski 2032 í uppgjörinu. Já, við erum formað sjálfstæðisflokksins. Já, akkurat. Ekki fara fram úr okkur. Svo er það liður sem að bárust nú nokkur tilnefningar og voru samnar í eina. Það var prinsipmaður ársins og það var svo það sem að var niðurstöðan að sami aðili fengi titilinn staðfesta ársins. Já. Hver er það? Þetta er verðskuldað. Þetta er nýr samgönguráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Eyjólfur Ármannsson sem var til skamstíma formaður Orkunnar okkar. Já, við mennum eftir honum út. Hatramasti andstæðingur bókunar 35 og innleiðingar hennar eins og utanríkisráðherra þáverandi Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir lagði til. Já, svona næst á eftir okkur. Andstæðingur bókunar 35. Já. En svo datt hann í ríkisstjórn. Þá breytast nú hlutirnir.
og hann sem sagt, steig fram að fyrsta ríkisstjórnarfundi sínum og gaf yfirlýsingu það að hann myndi sko styðja við bókun 35. Já, þetta var fyrsta viðtalið eftir fyrsta ríkisstjórnarfund. Já, já, og menn bara setti hljóða og bara já, viltu nú útskýra þetta eitthvað frekar og það er eitthvað alveg ótrúlegt að menn hafi mistað því að tækifæri að spurja Eyjólf hvort hann myndi þá sömuleiðis styðja við innleiðingu á orkupakka 4. Hann hefði játt því Já, á já, staðnum já. sko. En svo var það síðan framhaldssaga sko, því að hann lýsir því þarna yfir að hann muni styðja bókun 35 og svo var nú farið að gagnrýna hann aðeins fyrir þetta og þá sagði hann, já, að ég mun nú sennilega bara sitja hjá en hann á fyrir stigum sko sagt að þetta væri klárt stjórnarskrárbrot. Já, já, hann sagðist, já, myndi stiga þetta eða sitja hjá. Já. En leið fylgdi sögunni var það ekki að hann vissi nú ekkert hvort þetta hefði yfir höfður rætt í stjórnarmyndunum við það. Alveg ótrúlega fyndið að sko og sagði bara og það veit engin nema formennirnir sko. Þannig En hann var klár. hann var bara klár í að styðja þetta, alveg grjótharður. En þarna leið svona óvart sannlega gekkst hann við því að hafa setið í gegnum prívat samtali við formanni sinn, Ingu Sæland, setið í gegnum þingflokksfundin þar sem hafa tilkynnt hann er í ráðherra, þar sem Ragnar Þór Ingólfsson var í fílunni á fjarfundinum og setið í gegnum allt þetta ferli án þess að spyrja hvort bókun 35 hefði verið rædd. Já, Svo kemur hún á fyrsta fundinum, ég ætla að styðja þessa bókun 35. þá þetta sé stjórnarskrárbrot. Já, ég ætla ekki að láta steita á þessu. Kannski búin að gleyma því að hann undirritaði eðstaf við stjórnarskrána eins og aðrir þingmenn en já, látum hann leggja mellin hluta. Þetta er vel verðskulduð staðfest ársins. Já, Og taka næstu. næsta er framabraut ársins. Þetta er svona sem menn nefna stundum í Hollywood og svona, hver hefur náð mestum frama á sínu sviði? Hver? Er það svona brightest star eða eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. Já, bara svona. Já, Já, efnilega. hefur aukið mest við sig á sínu sviði. Já, já. Heyrðu, þarna kom þessi fína ábending og sem sagt framabraut, það var reyndar lagt til að þetta héti framapot ársins en okkur þótti það nú ekki sanngjarnt sko. Nei. En framabraut ársins er Sunna Valgerðardóttir sem færði sig til á milli deilda hjá Ríkisútvarpinu og fór úr Ríkisútvarpinu til VG, Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og var enn hjá RVG. Já, eitthvað svoleiðis sko. Þannig að fór síðan samviskusamlega með þeim út af þingi í kosningunum. Þannig að planið gekk ekki alveg upp en Sunna verður nú væntanlega komin aftur til starfa í Efstaleiti fyrir en varir. Ætlum sé það ekki bara nú þegar. Rekna með því sko. En þetta framabraut ársins, þetta af og til lenda menn út í mýri í þeim æfingum. En næsti liður, ég hef grunum að það sé ekki kaldhænið þar, því það er spurt hetjur ársins. Já, það er engin kaldhæni þessu. Það er þannig að hetjur ársins eru allir þeir sem hafa komið að málum í Grindavík og halda kerfunum gangandi, halda hita á húsum og rafmagni á húsum og fyrirtækjum og aðrir þeir sem hafa komið að störfum við ótrúlegar aðstæður sko. Byggt upp þarna varnargarða og allt það sem þessu fylgir. Þannig að þarna eru stórir hópar sem hafa staðið sér alveg ótrúlega í gegnum árið. Þetta er sannarlega verðskuldað og ótrúlegar myndir og myndskeið sem hafa birst af þessu. Af þessu. Þetta er eitthvað sem að sko mun auðvitað aldrei líða mönnum úr minni sko. Og bara áfram Grindavík og Grindvíkingar. Algjörlega, alla leið. Heyrðu, þá er það næsti flokkur. Það er svona þetta er svona sambland af kaldhæðni og raunheimum sem birtast í þessari tilnefningu og sennilega meira af raunheimum. En næst er það flokkurinn meinfýsnustu Íslendingarnir. Það er ekkert annað. Já, þetta er ábending frá hlustendum sem að líklega eru líka áhorfendur. Hvað heitir eftir þátturinn sem er á Ríkisútvarpinu þarna á föstudagskvöldum með Gísla Marteini? Laugardagskvöld með Gísla Marteini? Nei, ég held að segja föstudum. Ég nú ekki setja það, vikan eða eitthvað eða viðburðir vikunar eða eitthvað svona. Og þar er farið yfir fréttir vikunar og
Meinfýsnustu Íslendingarnir eru valdir þeir sem að skrifa þessar fréttir vikunar, Mm. uh, sem er einhver liður þar sem að Gísli Marteinn hittir vini sína í beinni útsendingu eða það er þátturinn og svo kemur einhver og segir fréttir vikunar þannig að þetta fólk geti gert grínað að því í framhaldinu. Mm. Og þetta mun vera meira að minna fólk sem að starfar þarna á RÚV og gegnir meðal annars stöðu fréttamanna þar á milli og segir þar algjörlega hlutlausar fréttir Mm. en skrifa svo þessar fréttir vikunar á hátt sem að hlustendur hér telja oft á tíðum vera ja, svona dálítið meinfýsnislegar. Þarna, ég man, í þessu sammingi hefur Bergsteinn Sigurðsson umsjónarmaður Kastljós verið nefndur sem er í Silfrinu Já, 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 og einmitt. Gísli Marteinn sjálfur. Já, og fleiri, það eru fleiri þarna Já, í þessu. já, já. Ég meina, það þarf nokkra til að framleiða svona snild. Já, já, já. Uh, og ég hef heyrt að við höfum verið til umfjöllunar í þessum lið Nei, getur það verið. og þá vantanlega skrifa það þeim hinnum sömu og segja fréttir af okkur frá degi til dags. Já, og taka hlutlausa þjóttastjórn Já, já, já. þess á milli. Já, já, þetta er gaman að þessu. Herðu, nóg að meinfýsnustu Íslendingunum, næst færum við okkur í handbók ársins. Já, þetta er búin að vera fastur liður hjá okkur, ég held bara frá upphafi, en handbók ársins að þessu sinni kann að koma einhverjum óvart. En það er vetrarþjónustu handbók Reykjavíkurborgar. Og þetta er tilkomið vegna þess að ég held að við höfum rætt í síðast þætti áform þeirra þessa handbók. En nú er hún víst orðin til. Já, já. Og eins og segir í frétt ástand gatna, hér er bein tilvitnun, röð veðurfræðilegra atvika orsakaði það að erfiður klaki myndaðist á stígakerfinu. Á ég lesa þetta aftur. You can't make this up. Nákvæmlega. Maður segir Röð veðurfræðilegra atvika orsakaði það að erfiður klaki myndaðist á stígakerfinu. Og sama dag var sagt frá því að Reykjavíkurborg saltaði auðanstíg en ekki klakastígin til flughála. Það er auðvitað fljótlegra. Þetta var, ég sá þessa frétt, þetta var raunverulega þannig. Þetta var við sömu götu, öðrum megin, höfðu þessar sérstæðu veðurfræðilegu aðstæður valdið því að það var mikil hálka. Svona klaki. eins og verður vetur á Íslandi. Já, hinum megin var auður stígur. Mm. Hvort sem það var út af þessum veðurfræðilegu aðstæðum og norðri og suðri og allt það, eða hvort það var hitalögn eða en allavega það var saltað á auðastígin. Þannig að þessi bók, vetrarþjónustu handbók Reykjavíkur, kemst aftur í þáttinn og fær verðlaun á ný í ljósi reynslunar. Já, þetta er endurnýting Reykjavíkurborgar, vel gert hjá þeim. Herru, þá færum við okkur yfir í næsta flokk sem er grimmasti Íslendingurinn. Já. Hvað bjóðum við upp á þar? Þetta er ábending frá hlustanda. Já. Og þar sagði viðkomandi hlustandi: mig langar að tilnefna Stefán Einar Stefánsson Sesamfræið fyrir mjög þarfa grimmd við stjórnmálamenn. Hann var eins og sláttur orf á orðasala tiltekinna flokksformanna. Ég veist að það eina sem er hægt að gagnrýna Stefán Einar fyrir í gegnum árið var hann var mjúkur við Ingu Sæland. Hann er með eitthvað kross á henni. Já, bara var og hann hefur bara viðurkennt það, sko. Hann segir frá því. Já. En grimmast Íslendingurinn Stefán Einar, já, er þetta kaldan eða ekki? Ég hugsa að þetta sé ekki kaldan. Hann var beittur. Já, átti frábært ár. Já. Og það er nú þannig að sko í pólitískri umfjöllun þá held ég að sé nú alveg sanngjarnt að segja að Morgunblaðið hafi staðið sér frábærlega.
Já, í já, kosningunum bæði, alþingiskosningunum og forsetakosningunum þar áður, svona umfang umfjöllunar og dýptin í bara þegar maður svona fylgist með uppgjöf Ríkisútvarpsins í þessum efnum. já það var ótrúlega upp á að horfa. Já, Ég held að það veri bara viðkennast að það var nánast vandræðalegt hvað Morgunblaðið stóð sig öðrum fremur betur í þessu. Það voru aðrir miðlar sem voru með svona innsæi í þetta, til dæmis bara Viljinn var öflugur í þessu. Á Vísi fór þetta og Vísi og Stöð 2 fór þetta kannski svolítið eftir fréttamannum já, já, sem eru voru með góða greiningar og já, það var bara allir gangur að því. Já, Rúf hefði mátt standa sig betur í hérna kostningaumfjöllun, já. er það ekki? Það var sennilega að tryggja 10 milljarða til ástöðunar. Já, þú ferði það Já. á nýju þingi. Heyrðu, þá ætlum við að færa okkur yfir í hérna næsta lið. Það er frambjóðandi ársins. Já, hér var reyndar engin samkeppni og fleiri en einn tilnefning og það er Halla Hrund Logadóttir og það er velunur veitt fyrir að hafa farið í framboð til forseta og svo í framboð sem oddviti Framsóknarflokksins í alþingiskosningum en það gerðist reyndar án þess að formaður uppstillingarnefndar eða kjördæmisráðsflokksins hefði viss vitað af því að það stæði til að þessi frambjóðandi kemur þarna. Það er ekki víst að hann hafi verið glaður. Nei, og svo kom nú fram í fréttum, ég held að hann hafi bara sagt frá því sjálf frambjóðandi ársins að allir flokkar hefðu talað við sig að fara í frambóð. Já, það er nú ekki víst að það sé hérna svona skynsamlegt að segja frá því, sko. En við bjóðum Höllu Hrund velkomna á þingið Já, og væntum góðs samstarfs við hana. já, eins og við allt þetta nýja fólk sem er komið hérna. Já. Er ekki meiri hluti þingsins núna? Ég held að þetta sé bara, ef ekki með, þá mjög nærri því. Já, Svo sýnist mér á öllu að það séu allir starfsmenn þingflokka, stjórnarflokkana frá síðasta kjörtímabili og aðstofamenn ráðherra. Þannig að það er nú verið að sópa út býsna mikilli reynslu og ég held að líki þannig Ja, að það sé þetta er tilfellið. engin þingmaður sem sagt samfylkingarnar sem Já. sem er sem sagt, ekki ráðherra eða forseti Alþingis með þingreynslu. Sem sagt, allir þingmenn samfylkingarnar fyrir utan Þórni Sveinbjarnar sem verður væntanlega forseti Alþingis og ráðherrarnir, þeir eru allir nýr. Það er eiginlega alveg ótrúlegt. og engin ráðherran hefur verið ráðherra áður nema Þorgerður Katrín. Einmitt. Einmitt. Já, þetta verður áhært. Þetta eru allir starfsmenninni farnir yfir í aðstofamennsku. Já, allavega endurnýjun. Já, það er sko endurnýjun. Það er ekki kvartað við því. Það er hérna, það vantar ekki, sko. Heyrðu, en þá færum við okkur, þó að það sé engin beintenging, þá ætlum við að færa okkur yfir næsta flokk, ósangirni ársins. Já, og það segir, það var farið eftir kostningalögum, en það þótti Ólafi Þ. Harðarsyni mjög ósangjant. Og þá veltu menn fyrir sér hvort hann hefði grátið það ef að miðflokkurinn hefði fallið út af þingi 2021 og svo var þetta var sett í samhengi við kostningar í Bretland, er það ekki? Jú, jú. Sem að geta nú vissulega talist ósangjarnar á ýmsan hátt. Svo kemur við sögu held ég hérna aðeins á eftir en stjórnmála skýrandi RÚV hafiði meiri áhyggjur af stöðun á Íslandi og og hann er þetta að tala um þetta ennþá, ég sá það held ég bara síðast í dag ósanngirni kostningalaga. Ég meina það má auðvitað alltaf bæta kostningalögin en En er þetta ekki meiri svona persónulega eftirsjá hjá honum af vinstrinum sem datt út? jú, jú það er mitt komið sögu að var hann ekki ósáttur við að VG og Píratar og sósíalistar Jú, hefði ekki náð inn. hefði ekki náð inn. Ég man nú ekki hvort ég hef heyrt Óla tala um sko hvort hann vilji sko lækka þröskuldin eða hvað það er en sko það þetta er vísasti vegurinn til þess að auka líkurnar á alvöru stjórnarkreppum hérna.
Já, já, og ég held að flest ef ekki öll nágrannlönd séu með einhvern svona þröskuld Já, já, og svo geta menn þetta gengið og langt í því eins og Bretland þar sem að flokkur gæti þess að fengið og dæmið sanna, ja, allt upp í 11% og engan þingmann já, 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 akkurat. en það eru þetta afleiðing af kerfun eins og það er þar með þessi einmenningskjördæmi en já, ég var að færa okkur yfir í næsta lið Já, gerum það. endurmat ársins. Heyrðu, þetta endurmat ársins, það var alveg afgerandi sigurvegari í þeim flokki. Það er endurmatið á Jóðellhúsinu, þar sem að apparatin í borginni þótti breyting á húsinu, sem sagt að breyting á húsinu var metin óveruleg. Það sem er að planið eru þetta þarna verði hýstir 400 sirka bát hælisleitendur eftir að þarna hefur Reykjavíkur Akademía verið með aðstöðu, myndlistaskólinn, það hefur verið gistiheimili þarna í hluta byggingar og svona. En nú er það á að búa þarna til aðstöðu fyrir 400 hælisleitendur og það er metin óveruleg breyting á húsinu. Og þetta bráða erði nágranna og mann gruna nú að þeir upp á Kaffi Vest séu nú uggandi með sína stöðu í kjölfar þessa, en við sjáum hvernig vindur fram. En endurmat ársins, Jóðellhúsið, sem að ég er ekki viss um að það væri hægt að fara í miklu meiri svona afgerandi breytta nýtingu heldur en þarna er gengið til. Var ekki eiginlega fyrrnefndu Stefán Einar upphafsmaðurinn að þessu? Hann vildi fá fleiri hælisleitendur í Vesturbæinn. Jú, það er rétt, hann byrjaði að tala um þetta snemma. Já, hann vildi hafa það þarna alveg við Kaffi Vest, en þetta er nálagt, þetta er bara nánast á næsta horni. Já. Þeir verða konum með klippikort þarna. Látum okkur nú sjá. Úr endurmati ársins fyrir við í endurkomu ársins. Já, þarna eru sigurvegararnir þeir í Sósíalistaflokki Íslands sem eru aftur komnir á styrkþegarlista stjórnmálaflokkana án þess að þurfa að leggja neitt af mörkum í þingstörfum. Annað kjörtímabilið í röð fá þeir verulegar framlög úr ríkissjóði en í rauninni engan kostnað nema á að reka samstöðina. Já. Og Gunnar Már eflaust á launum þetta er kerfið. Hefur Ólafur Þ. Finnendur sett út á þetta? Ég man ekki eftir á að hýrta. Fyrir komulagi kerfisins, næ. En þetta er svona það sem að margir hafa svona rekið hornin í eðlilega, að þetta sé orðin einhver svona fjáröflunarleið, tekjupústur, að klambra saman framboði og ná yfir 2,5%. Það nefndi enginn Donald Trump í endurkomu ársins. Þannig að sósíalistarnir unnu hann í samkeppnum þar. Ég hafði ekki kveikt á því. En það var ákveðin endurkoma. Já, það var. Ég meina, hann lenti á forsíðu Time fyrir mestu endurkomu sögunar, var það ekki? Þetta er nú, við tökum þetta til umhugsunar. Hann kemur inn að ári eftir innsetningarathöfnina í næstu viku. Það er fullt af Íslendingum á leiðið á innsetningarathöfnina. Er það? Allavega til Washington. Stefán Einar verður þarna fyrir hönd Morgunblaðsins. Alls það kemur þessi Stefán Einar við sögu. Já, traustumæður. Og hann að minnstakosti verður þarna og ég held ég hafa nú heyrt einhverja fleiri gott ef að Gísli Freyri í þjóðmálum ætlar ekki að vera þarna og einhverju fleiri sem ég hef heyrt nefnda. Þetta verður mikil hátíð menn geta dansað þarna YMCA með Village People. Já. Þeir verða eitt af atriðunum. Fínt þegar þeir syngja Macho Man og Trump dansar undir. Þetta verður. Já, og ef þessir gaurar að fara þarna á þetta þá vonið þeir takki mynd út af sjálfum sér og sýni okkur hinum. Stefán Einar, ef þú ert að hlusta þá tekur þú upp vídeo af þér að gera YMCA dansinn. Já. Það er áskorun. Honum og Gísla Frey í takt. Já. Það er að fá einhvern nærstatan til þess að taka þetta upp. Já. Það er því það verður hægt að selja inn á það sjó. Sérstaklega þeir fækka fötum en þeir erum ekki að hvetja til þess. Það er nú kalt á þessum tíma.
Hörðu, næsti liður, snjókorn ársins. Já, það er Þorsteinn Vaff í karlmennskunni. Já, Hann er með þarna hlaðvarpið sem að Vaff gefur alltaf að ríkistyrkja. já, já, já. Karlmennskan. Óskaplegur vælu þáttur sko, sem að alveg furðulegur og hann er enn með þetta í gangi sko. Alltaf mikið fórnarlamb í öllu samhengi sko, en það verður áhört að sjá hvernig styrkinni þróast til þessa apparats. Já, svona, þó ég hafi nú ekki gefið mig tíma í að hlusta á þetta, þá svona heyri ég frá aðalinn sem ég treysti ágætlega til að greina að þetta sé nú ekki samfélagsbætandi að öllu leyti, Nei, það sem þarna fer fram. já, VG eru dotnir út en það er komið ný vók ríkisstjórn, ætli hún bara takk ekki upp þráðin eða? Já, já, það er alveg hárrétt sko. Þetta, hvað veit maður, við fylgjumst með þessu. Og næsti liður er ekkit allsendis ótengdur, við förum úr snjókorni ásins í biturleika ásins. Já, það hefur nú sennilega sjaldan verið annar eins skammtur af biturð saman komin í einu samtali og þegar Áslaug Arna vinkona okkar og Guðlaugur Þór hittust í grjótkastinu hjá Byrningar Hrafnssyni, hlaðvarpi Byrning á Viljanum Já, og ræddu stöðuna í Sjálfstæðisflokknum núna undir lok árs. Og það var allt öðrum að kenna hvernig staðan er í Reykjavík, hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík. Það var bara allt öðrum að kenna. já, já. Er ekki bara best að afgreita þannig? Jó, en það verður samt sko að menn verða aðeins að taka hlutina til sín ef að svona réttilega er þetta að segja. Er það ekki full reynd? Jú, kannski sko, en nú eru þau bæði náttúrulega á vekkferði í það að Já, kalla já. eftir því að Formannsframbjóðendur, já, já. landsfundarfulltrúar segist hafa tiltrú á þau taki flokkin aftur svona til fyrri vegs og virðingar og Já, já. þú veist, þá er nú væntanlega traustið hvað mikilvægast í þeim efnum sko. Já, maður skildi og, alltaf og, það. og það er ekki trúverðust að segja sko, þetta ástand í Reykjavík, það er bara einhverjum öðrum að kenna. Nei, akkurat. Nú ætlum ég ekki að sprengja upp flæðið með því að spyrja þig hver þú heldur að verði formaður Sjálfstæðisflokksins á komandi landsfundi sem gæti orðið fundur ársins í næsta áramótaþætti. Já, já. Var ekki örugast svona í ljósið þess hvað við erum búin að tala mikið um sesamfræðið sko, að segja bara Stefán Einar Stefánsson. Mun þessi maður komið sögu í fleiri liðum? Hann kemst einhvern veginn allstaðar að smeyja sér inn í allt. Ég hugsa að þetta sé nú komið núna sko, en Það er aldrei að vita. en lof engu. Það kemur víða við. En svona í alvöru talað sko, ég held þetta verði raunverulega áhugavert að fylgjast með hvernig þessu vindur fram því að það er líka svo stutt í þetta. Segjum ég held að þingi komi nú endanum ekki saman fyrir í fyrstu viku febrúar, það standist nú ekki þriðjudagurinn, þannig að síðasti þriðjudagurinn í janúar og þá er þetta ekki nema sko 4 vikur. Já, já. Þannig að það verður væntanlega sko bara slagsmál um það að komast í fyrirspurnatíma og þar fram til göttunum að svona aðeins að ífa fjæðrirnar sko. Já, já. Menn eru nú mikið farin að líta til þessara veðmála síða í aðranda kostninga. Hefur skoðað, ég veit ekki hvernig Ekki síður en skoðanakanna. Það er eftir að ég skoðaði það fyrir einhvern dögum síðan en ég gef mér að breytist eitthvað. Nei, ég bara tók eftir því, mér fannst það áhugavert það var tildulega lágstöðul í merkingunni tildulega mikla líkur á því að einhver svona utanakomandi fyrrnefndur Stefán Einar, Jens Garðar, Já, já. einhverju slíkir getur tekið þetta en það kemur bara allt í ljós. Já, já, þetta Við verðum að halda áfram með dagskrana. Já, já, já. Heyrðu, veitu það... Ég þarf að spyrja þig um símsvar ársins að þú grípur orðið. Já, já, já. Heyrðu, símsvar ársins, þetta var engin keppni. Það er semst umboðsmaður Alþingis gagnrýndi Reykjavíkurborg harðlega vegna þess að ómögulegt væri að ná í starfsmenn sem borgarar þyrftu að eiga erindi við. Vandinn slíkur að 2 ár gat tekið að fá svar við einfaldri spurningu. Þetta gekk þó fyrst fram að umboðsmanni þegar hann gat sjálfur ekki náði neitt í síma á löngum köflum. Og þetta er þetta stytting vinnuvíkunar 1 sko, það sem að menn á endanum vinna milli 1 og 13 en sko það að sé ekki hægt að ná í nokkurn mann. Bara hvernig tókst mönnum að stilla kerfin þannig af að sko
fólki sem er raunverulega fær borguð launin sín af skattpenningum eða útvarpsgreiðslum íbúa, Já, já. sko, er orðið svo einangrað að það er ekki nokkuð kostur að ná í það. En þetta er semst annað heldur en það sem hefði nú kannski mátt kalla vefsíðu ársins, Mm. vefsíðu Reykjavíkurborg, vefsíða Reykjavíkurborgar sem fór í sumarfrí eða tók sér frí í hvað, 6 vikur Já, eða eitthvað. þarna biðlistarnir á leikskóluna Já, já. síðan, já, ég man ekki hvað á kölluð. Og foreldrar fengu bara það svarað að vefsíðan væri í frí eða þetta var einhver kerfi svona Já, til þess að tölvan geti sagt nei við fólki já, 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 akkurat. en hún geti ekki einu svona sagt nei, hún var í frí þessi tölva. Já, ég meina, heimasíður hafa réttindi. Já, já. Mm. Heyrðu, býtum við, þá hérna vippum við okkur áfram. Það er næsti flokkur, þess er nú dálítið skemmtilegur. Við sitjum hérna í hljóðverun okkar í hérna svarta kassanum og hérna og nú er verður nefndur maður sem að satt ekki á fundi hér í þessu sama húsi á tilteknum tíma, það sem allir aðri voru mættir sem áttu heimangengt. En flokkurinn er súrasti Íslendingurinn. Látum okkur nú sjá, herðu, já, það er maður sem að greinilega raðar að sér verðlaunum því að hann fekk eða stendur til, sá ég bara í fréttum að hann fóði titilinn formaður fjárlaganefndar, Mm. en það er Ragnar Þór Ingólfsson, Já, þingmaður Flokks fólksins og verkalýðs leiðtogi. já. Hann var ekki glaður. Nei, hann var ekki kátur, hann var ekki nóg að vera formaður fjárlaganefndar, hann vildi greinilega vera ráðherra, var það ekki? Það er nú einhverja sögur í gangi um það að formaður Flokks fólksins, Inga Sæland, hafi nú verið búin að lofa honum því. En svo Ég myndi ekki útiloka það. Já, þannig að það er hérna og menn veittu því athygli að þegar þingflokksfundurinn var haldinn sem er nú kannski í ýmsu samhengi sá mikilvægasti fyrir stjórnarflokk á hverju kjörtímabili, fundurinn það sem er ákveðið hverjir eru ráðherrar hvers stjórnarflokks. Þar mætti okkar maður Ragnar ekki og var bara hérna á fjarfundi með slökkt á myndavélinni. Já, já. Og hérna, það voru nú 2 aðrir þingmenn á fjarfundi en þeir búa nú sko annar á Ólafsfirði og hinn á Suðureyri. Þannig að þær 2 voru nú svona með nokkuð góða skýringa á að vera þarna og voru bara glaðhlakkalegar á skjánum. Og Ragnar býr hvað að Dalatanga? Nei, Ragnar býr bara hérna í Árbæ. Já, já. Þannig að hann hefði nú alveg, það var ekki slæmt veður og það var ekki vandræði með snjómokstur þann daginn. Þannig að hann hefði nú sennilega komist á fundinn sko. Já. En þetta geti nú svona bætt í stuðið í hérna næstu vikurnar á mánuðina en nú er Ragnar orðinn, eða verður því að þingjum saman formaður fjárlaganefndar Já. og Dagur B. Eggertsson varaformaður. Já, já, það kemur aðeins sögu síðar í þættinu. Já, já, og í nefnd sem að fer með málaflokk sem utanþingsir á þeirra situr yfir. Þetta Já, verður, já, já, alveg rétt. hvað gæti klikkað? Alveg rétt, ráðherrann er utan þings ráðherra, formaður nefndarinnar, þetta er náttúrulega eins og ég hugsa margir hlustendur okkar viti. Staða formanns fjárlaganefndar hefur nú oft verið talin svona ráðherra ígildi vegna áhrifa þeirra stöðu. Og viðkomandi er í samstarfi við utanþingsráðherra frá Viðreisn. Já, þetta verður óhugavert. Já, já, þetta verður áhugavert, það er alveg á hreinu. Heyrðu, þá hérna fikrum við okkur áfram. Það er næsti flokkur er minnisblað ársins. Já, 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 já. Ég man eftir þessu úr fréttum. Minnisblað ársins er mat á sparnaði við fækkun ráðuneyta 1 og þar virtist hafa verið talað við alla til að undirbúa þetta nema ráðuneyti sem ætlunum var að leggja niður og það var búið að ráðstafa þessum sparnaði sem að kom síðan á daginn að verður ekkert nema kannski að einhverjum litlum hluta. Já, brota þessu, svona 15 eitthvað svoleiðis. Já, en þetta var svona útspil sko. Herðu, sjáuð okkur hérna, við erum að fara að spara. Reyndar sama ríkisstjórn
með allar þessar sparnaðartillögur sínar. Hún heldur áfram að hrúga inn starfsmönnum fyrir sjálfa sig sem aldrei fyrir. Allir ráðherrar ætla að fá sér tvo aðstofamenn og allt mögulegt. En heyrðu, það er eitthvað að spara með því að fækka ráðuneytum eitt. Tóku reyndar utan þings ráðherra sem að Orsakar að launakostnaðurinn fyrir ekki niður sem ráðherrann nemur, akkurat, sko. akkurat. En já, þarna átti að ná sparnaðinum og fólk myndi heillast af þessu eða að vera að fækka ráðuneytum. En það glemdist að reikna. Já, já. Og að því þau voru nú svo stolt að því að hafa fengið, ég held að þau hafa nefnt töluna 60 minnisblöð. Þau hafa fengið 60 minnisblöð innan úr stjórnkerfinu. Það er bara, þetta, það er bara eins og það hefur svona ringt yfir þau minnisblöðin svona eins og IOU-miðunum í Dumb and Dumber forðum. Já, já. Og síðan bara, já, við erum komið 60 minnisblöð, en nei, við höfum ekki 2 mínútur til að ringja hann í ráðuneytið sem við ætlum að leggja niður. Hver kostnaðurinn við þetta Big C sem að mögulega gera að spara. En þetta var allt mjög faglegt og gott, sko. Heyrðu, þá höldum við áfram. Næsti flokkur er ríkisstofnun ársins. Þar var engin samkeppni. Nei. Margar tilnefningar. Allar samhljóða. Allar samhljóða. Ný mannréttindastofnun Ég man VG. ekki eftir svona mörgum tilnefningum. Nei. Það sem ekkert frávik verið í púlíunni. Akkurat. Og ríkisstofnun ársins er yfirburðasigur nýrar mannréttindastofnunar VG. Já. Þegar sjálfstæðismennin gera alltaf athugasemd við að segja, þetta er líka mannréttindastofnunin okkar. Já, skrítið. Já, en já, hún er búið að koma hennar fót og bætist við allar hinar mannréttindastofnunirnar sem að skattgreiðendur 5 eða 6 sem voru fyrir. Já, standa straum af og það er búið að skipa stjórn. Brynjar Níelsson fór ekki í stjórnuna. Nei. Við höfum einhvern tímann rætt það áður að það var kastað fram hugmyndum að hann geti orðið stjórnarmaður þarna. En það gekk ekki eftir, en það komið stjórn og stjórnin er búin að auglýsa eftir forstjóra. Og nú verður áhugavert að sjá hver verður forstjóri stofnunar ársins. Já, það gæti orðið forstjóri ársins að ári. Já. Svo held ég hafi nú eitthvað klúðrast alveg ægileg í starfsmannamálum varandi réttindagæslumenn flatlara og fleira slíkt sem bara er alveg átakanlegt að fylgjast með hvernig þetta mál var allt saman handerað. En það verður áhugavert að fylgjast með stofnun ársins á árinu sem er að byrja. Mun hún vera öflug í því að verja grundvallarreglur réttarríkisins eins og sakleysi sektir sönnuð. Þessi stofnun er ekki sett á laggirnar til þess. Ég ætla að lefa mér að fullyrða það. Ein af grundvallarreglum réttarríkja hefur alltaf verið talin einföld og skiljanleg lög. Mun hún beita sér í því kannski? Nei, kannski ekki. Nei. Jæja, við verðum að sjá hvert stefnir. En okkur grunar eitt og annað í þeim efnum. Heyrðu, næsta mál á dagskrá, næsti flokkur. Stafræna Ísland. Já, betur við netverslun með áfengi sem að framsóknarmenn eru missáttir við. Til hvers er vísað hér? Þarna held ég að sé að verða að vísa til þess að Sigurður Ingi Jóhannsson formaði Framsóknarflokksins enn sinn og síðan fjármálaráðherra hafi skrifað bréf til, þetta er ábending frá hlustanda, hafi skrifað bréf til, var það ekki lögreglustjóra að þetta afsaka þessi viðskipti sem þarna ættu sér stað. Og svo farið í miklar æfingar að leggja fram breytingar á áfengislögum að það mætti nú selja maður var alveg búin að hættur að ná utanum breytingarna sem ætlaði að gera sko, en það sem kom mér nú mest á óvart í öllu þessu bixi var að Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, ætlaði sér að leggja fram tillögu sem gekk út á það að banna internetin að virka á sunnudugum. það var eitthvað hálf öfugsnúið. Það sem átti ekki að leyfa netverslun á rauðum dögum. Ég held að það hafi nú verið svona megin sjálfstraust fyrirverandi ríkisstjórnar, það hélt alveg svona fram í blá lokin að það gætu stjórna netinu og öllu mögulegu. Menn bara þetta net á hvíla sig á sunnudugum.
Já, já, já. Þannig að þetta svona hérna, þetta var, já, og framararnir voru alltaf með að koma fram með einhverja krúsidúlu sem að, Já, þeir svona vissi ekki alveg í hvort fótinn er hægt að stíga. Manstu eins og þegar brugghúsin á landsbyðinni, já, bara all brugghús, fengu að selja beint. Þá voru þeim einhverja tillögur að menn mætti kaupa hvað, ákveðið marga dósir þrjá eða flöskur. dósir eða sex eða ég man ekki hvað Já, það var. já, já. Uh, já, já, allavega, menn verður reyna svona að fikra sig í gegnum Já, já. þetta. Heyrðu, Hvað er næst? förum í næsta blokk, Hringrásarmaður ársins. Hringrásarmaður ársins er ekki úr umhverfisgeiranum eins og oft hefur verið. Nei, nei. Hringrásarmaður ársins að þessu sinni er Bogi Ágústsson á Ríkisútvarpinu sem, eins og ég segir, hugsanlega hefur fundið leið fram hjá starfslokareglum hinnis opinbera. Hann er orðinn hvað 93 ára, nei, 72 ára held ég, er það ekki? Það var einhver frétt um þetta. Já, 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 hann er allavega vel yfir því sem að allir hinni þurfa að hætta. Já, og allir hafa gaman að Boga. Og við erum svo lagt fram frumvarp Já. til þess að Bogi mætti gera þetta. Við höfum gert það. Það var ekki hugsað Boga sérstaklega, sko, heldur bara, þú veist, það við getum nýtt Nei. öflugan og mikilvægan mann. Þeir eru svona ákveðið tvíegi. Að reskjast. Hann og Ólafur Þótt. Já, 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 akkurat. Það verður morð og skeið. Og Bogi svona andlit og rödd rúf. En hefðu þurft að hætta nema hann er rúfari og það er ekki saman hver er. Þannig að hann hvaða titill var þetta? Hann er hringrásarmaður ársins. Já, já, já. Og við óskum honum bara til hamingju með það. Já, þetta er hérna. Og við býðum í 10 ár til að verðluna hann aftur þegar hann verður áfram vonandi á RÚV að segja okkur fréttir af gangi mála í pólitíkinni með Ólafur Þótt. Já, já, og þeir hlæja báðir að starfsmannreglum hins opinbera. Já. Já, ég meina einhverjir verða að fá að gera það. Heyrðu, þá færum við okkur yfir næsta flokk. Já. Heyrðu, það eru framkvæmdamenn ársins. Já. Heyrðu, þarna komu svona tvær tillögur sem að ég ætla að nefna þið báðar. Það eru hérna svona úr sitt hvori áttinni. Það er annars vegar það Bandaríkjaher sem hefur náttúrulega hérna staðið fyrir mikill uppbyggingu sem hefur farið undir radar þangað til núna nýlega. Og hérna þó að þetta okkur í þinginu hafi þetta nú verið held ég í meginatriðum ljóst bara út frá málum sem hér fór í gegn. Já. En svona vakti athygli margra að einhvern veginn fjölmiðlar hefðu svona veitt þessu litla Af hverju heldur það hafi verið? Það er vegna þess að VG var í ríkisstjórn. Akkúrat. Þegar hér fór fram einhver mesta uppbygging og áforma mesta uppbyggingu bandaríska hersins áratuga skeið. Þannig að það þótti kannski ekkit heppilegt að benda á þetta frekar en komur kjarnorku kafbátana hingað. Nei. Og það svona þurfti að hjálpa til við að rugga þessum bát ekki á mikið. Já. En svona svo kemur svo tíma á endanum þegar bara skemmurnar eða brakarnir skemmurnar þetta náttúrulega hafa risið, þetta eru risahús, sko. Og nú sennilega einhverju sambærilegu húsi hér á eftir en það er samt pingulítið við hliðina á þessum byggingum. Ísland er aftur orðið heitt. Nákvæmlega. Heyrðu, og hinn framkvæmdamaður ársins Já, það er tveir sem skipta með sér. Já, það er tveir sem skipta með sér verðlaunum þessa árs. Og það er Guðmundur Fertram, stofnandi Kerisits. Og hann sem sagt gerði þessa frábæru sölu á fyrirtækinu sínu í fyrra, sem sagt ég hitti fyrra núna, 2023, og hefur síðan sett gríðarlega mikla orku og peninga í að tala fyrir því sem hann kallar Vestfjarðaleiðina, sem í rauninni að koma á framfæri þeirri hugsun að svona efnahagsleg heild fúnkeri sem slík. Þarna sé verið að horfa til þeirra verðmæta sem eru sköpuð á Vestfjörðum en þau get ekki fullnýtt möguleika sína nema samgönguinnviðirnir fylgi með og þar fram til götunum. Og þetta er alveg til fyrirmyndar að öflugir aðilar eins og Guðmundur svona stigi inn í samfélagsmál eins og þetta. Það er bara alveg frábært að hann skuli nýta stöðu sína í framhald af þessum velhefnuðu viðskiptum og uppbyggingu til að efla þessa byggð.
Það er bara alveg stórkostlegt. Þannig að hann er vel að þessu komin. Deilir verðlunum með Bandaríkjaher og Guðmundur Fertram eru framkvæmdamenn ársins. Já, En þá var næsta lið og það er valdastétt ársins. Við erum náttúrulega að taka þennan þátt upp hér í Alþingi, það sem að valdastéttin situr við þingmenn, en samt raunverulega ekki. Hver er raunveruleg valdastétt ársins 2024? eins og mörg undangengin ár þó að þetta hafi ekki verið verðlaunaflokkur hingað til, þá er valdastétt ársins auðvitað E-listinn. Aldrei býður fram Hmm. en fær alltaf mest vægi atkvæðana sem þeir fá ekki greitt. Já, já. Og þetta er nú auðvitað Þetta hefur komið við sögu í þáttunum. já. Og þetta er bara yes minister og yes prime minister og allar þessar vísanir og minni eru þetta ekki búin til úr engu. Nei, nei. Þannig að við óskum, og ég held að mesti sigur embættismannana, og þá sérstaklega held ég hefði nú verið sko allsherjar sigur embættismannana í fjármálaráðundinu, hafi verið þessi lög um opinber fjármál, sem Já, já. í rauninni gera sko fjármálaráðuneytis hópinn alls ráðandi sko. Já, já, já. En hvernig hefur gengið? Hvernig hefur gengið að hafa heimild til dæmis á ríkisútgjöldum? Já, þegar þú setur þetta í samhengi, þá er ekki alveg vist að þetta hafi virkað. Það er nú málið sko. Það virkaði ekki fyrir litlu styrtafélögin eða söfnin út á landi sem að voru alltaf að reyna að kríu út nokkra þúsund kalla í fjárlagavinnunni. Nei, nei. Það hefur glemtust. En valdastéttin ráðstafaði fjármagni, en já, samt hafa útgjöldin aukist þetta Alveg ótrúlega. mikið. Já, já. Áður en við verðum þunglindir af því að huga að og tala um ríkisútgjöld, þá ætlum við að fara í allt annað. Hvíldarinnlögn Mm, ársins. já. Hvíldarinnlögn ársins, þetta var ábending utan úr bæ og hún, leið og hún barst, þá var hún auðvitað svo augljós og skýr að þarna mun aftur, þetta er hitt skiptið í kvöld sem að einhverju deila verðlaunum, en hvíldarinnlögn ársins eru Vinstri-hreyfingin grænt framboð og Píratar eftir að hafa fallið út á þingi. Já, Og eru vel að þessum verðlaunum komnir og deila þeim, en það verður svona. Líf Magnauðdóttir auðvitað stendur vaktin í Reykjavíkurborg, ein fyrir hönd Vinstri grænna og síðan eru Pírata þar inni auðvitað líka, en Já. í landsmálunum þá eru þeir komnir í hvíldarinnlögn. en munum við snúa aftur eða verður þetta eins og Eru nokkur dæmi þess að flokkur sem dettur út á þingi komi inn aftur? Ég held ekki. Ég er ekki viss um það. Ég er næstu því sem að svo sé ekki. En kannski í einhverjum nýjum búningi getur sameinast. Andrés Ingi hefur nú verið þarna beggja megin og geti kannski bara smalað hópnum saman í gott gig. Já, já, Maður veit ekki. En það verður áhvert að fylgjast með því. já. En þeir fá þannig kvíld. Píratar reyndar með ríkistyrk en VG ekki. Það er rosalega merkilegt að þessi flokkur sem að leiddi ríkisstjórnina hérna síðustu í 7 ár stjórnarsamstarfið, hann næri ekki einu svona í ríkistyrk. Nei. Það er algjörlega ótrúlegt, sko. Næst er það sölumaður ársins. Já, þarna er afgerandi sigurvegari, sölumaður ársins, en hafði nú samt ekki nægjanlega samfæringarkraft til að skila sér á þann stað sem að ætlunin var. En sölumaður ársins er snákaolíu sölumaðurinn Gunnar Smári Egilsson, sem reynir að selja landsmönnum sósíalisma af öllum hugmyndakerfum sem til boða standa. Vara sem hefur staðið til boða í 100 ár. Og alltaf er allt í steik, það sem að menn prófa að sjá áfram í þeim efnum. En það er áfram reynt. Þetta er algjörlega magnað, sko, en nú er búið að reyna tvisvar og
Hvorugt skipti hefur sósíalistaflokkurinn náð inn á þing en í bæði skiptin og eins og regluverki liggur fyrir núna þá held ég þetta sé á annað 100 milljónir sem flokkurinn nýtur í ríkistyrkja Svo mikið? á hvoru kjörtímabili sko. Já, þetta er alvöru tölur. Já, hérna, já. Já, já, ég hefði kannski ekkert afskrifað þessa sölu vöru svona rætt, allavega í peningum talið, þá verðist það skilja einhverju. Uh, Ekki til almennings, en það er nú einu svo. Um, og já, frekasti maður ársins, freki kallinn var nú einhvern tímann liður hérna, til líklega saminliður, frekasti maður ársins 2024 er hver? Heyrðu, frekasti maður ásins 2024 er að mati hlustenda Davíð Þorláksson, framkvæmdastjóri Betri samgangna OHF. Já, 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 já. Hvernig skildi það nú hafa komið til? Og skýringin, þetta er ábending sem kom frá hlustenda, að, sem sagt, Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra, eftir að sko allir kostnaðarliðir samgöngusáttmálans hafði sprungið í loft upp. Já, já. Bara hérna 550% kostnaðaraukning við þetta verkefni og eitthvað að svipa við annað og svona kollakolli. Eitt flokkur hafði hamrað á þessu. Já, við höfum nefnt þetta nokkru sinnum. Mm. Heyrðu, Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra sagði það er þörfa endurskoðun. Já, ég man eftir þessari ræðu. Ég bara, loksins. Ég raunverulega bara stökk upp í sætinu og bara, yes, Já, Bjarni er búinn að fatta ruglið. já, Nú lagar hann þetta. Davíð Þorláksson var ekki sammála. Hann sagði, já, nei. Hann bauð uppfærslu og hafði betur. Hann sem sagt, kostnaðurinn, hann minkaði ekki. hann sprakk í loftu. Já, Ég minnir að raunvirði hafi sko kostnaðurinn við samgöngusáttmálann eins og hann var gerður hérna 25. febrúar 2019. Hvað fór hann upp 190 eitthvað milljarða Já. á raunvirði? Þetta er þetta algjör bílun sko. Og hérna Þannig að sko, þegar fjármálaráð þennan loksins kveikt á perunni og ætlaði að setja ofinni við menna sem hann hafði sett í þetta, sem við vöruðum nú ítrekað við, þetta nýja ríki. Strákar, Já, þetta gengur ekki. Hafið ekki áhyggjur af þessu. Við getum alveg hleypt þessu dellum mál okkar í gegn sko. Við munum setja einhverja grjótharða menn í þetta. Já, þegar við vorum að fara það við. Bara harðhausa. Grjótharða sjálfstæðismenn. Harðhausa sem munum stoppa allt ruglið. Og svo fá þeir skammir fyrir að hafa mist tök á útgjöldunum. Nei, við þurfum ekkert að endur með þetta, en við getum uppfært Við þetta. getum uppfært þetta. 192 milljarðar aukalega, takk. Eða hver sem tala nú var. Einmitt. Heyrðu, nú færum við okkur áfram. Herforingi ársins, þarna var bara einn tilnefndur. Já, og hann er stundum oft í einkennisbúningi eins og við á og verðskuldað, myndi ég segja. Það er Úlfar lögreglustjóri Suðurnesjum. Sko, hann, og ég held að þessi tilnefning sé einkum vegna þess að hann tók upp á því á sjálfum sér að hugsa sem svo, býttu, þessi stjórnvöld eru búin að missa fullkomlega tök á landamærunum hérna. Og landamæravarslan heyrir undir mig og mitt embætti. Þannig að hann tekur upp á því á sjálfum sér að fara bara að rannsaka þá sem eru að koma til landsins og stoppa þá sem að eiga ekki erindi hingað, tala við þá og vísa mönnum í burtu þegar tilefni var til. Og var svona þegar leið á árið og ég hitt hann og embætti honum, frábært starfsfólk hann líka, frábært starfsfólk. Þá voruð búin að vísa burt 723. Og þetta reynda notaði ríkisstjórnin til að segja, sjáu þið, allt þetta tala hérna ábyrgð landamæri stjórnlaus, það er bara vilsa, við erum hann að tökum á þessu. Nei, það var bara embættið, það hafði tekið á þessu upp á sig sjálfu sér. Og fenguðu síðan stuðning frá kerfinu? Nei, það var ekki. Það var frekar þvælst fyrir og svo kom fram í fréttum, núna ekkert alls fyrir löngu, að það væri búið úrskurðum að hinir og þessir hefðu verið sendir út á vafasömum forsendum og einn hefði verið sendur út af því að hann hefði ekki geta gert grein fyrir sér og ekki haft gistingu hérna, ekki hótel, vissi ekki hvert hann var að fara.
Svo komu, alltaf hafi ekki verið að rúf, fréttamann og svo, heyrðu, lögreglustjórnum á Suðunni sem skjáttlaðist nú aldeilis. Þessi maður var nú aldeilis með gistingu. Svo var málið skoðað betur, reyndar ekki í fréttunum, en ekki að miklu leyti, en þá hafði hann bara eftir að hann var stoppaður, haft samband við einhvern og fengið gistingungstar. Og þá var sko lögreglustjórunum kennt um það. Það stoppa mann sem er hérna með gistingu. Já, já. Hann vissi ekki að þessari gistingu sjálfur, sko. Nei, nei, En, það er en, ekki hugmynd, sko. en allavega vera sér vikið og áminningu mikilvægi þess að taka nú á landamæramálunum. Já, byttu nú við, hvað er hér? Peppari ársins. Já, þetta er flokkur sem að, við fengum ábendingum og ætlum að hafa inn í þetta árið. Það var svo sérstök uppákoma sem varð undir lok árs. Þá var karlakórinn Esjan með tónleika. Ég held þetta hafi verið á tónleikum Björgvins Halldórssonar, ég er þó ekki alveg viss. En þarna var einn af 9 valdastéttinni á Íslandi, Guðmundur Gunnarsson, sem hefur verið starfsmaður Viðreisnar undanfæri kjörtímabilið en núna orðinn aðstoðarmaður ráðherra. En þarna var karlakórinn Esja að syngja og það var eitthvað mikið stuð og skyndilega þá er Guðmundur Gunnarsson orðinn bera ofan í fremstu röð herramannan í karlakórnum og það vill nú ekki betur til en svo að hann virði svona fá aðsvif eða eitthvað, ég veit ekki hvað orsakað en hann endar flatur á gólfinu á þessum tónleikum og þarna útskýringin eftir á var svo að hann bara hefði verið svo peppaður að hann hefði bara þurft að rífa súr á vann og hálf falli í öngvit yfir því sem þarna var í gangi. Skýrir titilinn. Já, peppari ársins Guðmundur Gunnarsson, starfsmaður Viðreisnar. Já, þetta, ég sá það nú hvergi í fjölmiðlum en ég get ímyndað mér að þetta hefði verið einhver annan flokkur, ég ætla ekki að nefna henni sérstaklega flokka þá, þetta nú verið kannski áhvert mál. Já, peppar ársins. Peppar ársins, þetta er svona, en nú höldum við áfram, það er vonbrigði ársins, það er næsti flokkur. Já. Vonbrigði ársins, þau eru eignuð eða afhent hér með formanni Framsóknarflokksins fyrir svipinn sem hann sýndi þegar hann datt inn á þing og ruddi Willum Þór út. Já, þetta var svipur sem að... Ég var nú þarna. Já, það er rétt. Það var í beinni útsendingu í þætti. Það er náttúrulega einhver slags mannréttindabrot. Þessi mannréttindastofnun VG getur nú byrjað á að taka það fyrir að það eigi ekki að draga formenn flokka í beina útsendingu morgunin eftir kjördag. Þetta er alveg óþolandi. Það átti bara eftir að waterboard ykkur þarna. Þið voru þarna eitthvað sko bara draugar, ósofnir og ósofnir. Já, ég veit það. Sko. Þú veist, það er ekkert að gera en síðast eftir síðustu þar síðustu. Getur ekki bara Ólafur Þór Harðarson mætt hann á Sullusonum og delir eitthvað í klukkutíma? Ég hefði haldið það. Ég mætti í einhverja þætti þarna eftir þar síðustu kosningar en ég mista þeim fyrsta af því að ég vil aldrei fara að sofa fyrir hann að lokaúrslit til leggja fyrir. Þú ætla ég að skjóta þig sko. Ég hef nú hugsað þegar þú sett það þá hefur bara einn daginn mun einhver fréttamaður segja bara já, fylgjast ekki með kosningunum í Bandaríkjunum. Ég geri það alla leið. Þá fer það að sofa. Þú leggur það aftur. Já, ég býð ekki eftir síðasta atkvæði frá Alaska eða einhvers staðar. En hérna heima þá vil ég bara fá endalega niðurstöðu úr öllum kjördæmum og þarna satt ég einn heima í sófanum, allir aðrir farnir að sofa og við hættum mér upp á kaffi og var bara að drekka sódavatn en kaffið og sódavatnið duði ekki til að halda mig vakandi og ég steinsofnaði með tölvunni í fanginu en passum á því að lendi ekki þessu aftur stilti vekjaraklukkuna með 5 hringingum ég myndi örugglega ekki sofa yfir mig og ég náði að mæta þarna en það voru allir bara eins og segir, eins og draugar. Já, þetta var ekki sérstaklega gott sjónvarp. Og vonbrigði ársins komið þannig í ljós sem að síðan hafa eitthvað breyst. Mér skilst að
þrátt fyrir ítrekkaða tilraunir framsóknarmann í Suðvesturkjördæmi til þess að fá endurtalningu og koma viljum inn í staðinn fyrir formann sinn, að þá sé ekki allir framsóknarmenn og formanni sáttir við það, þeir sé í þessu. Þetta er rosalega sérstök staða Já, að sko framsóknarflokkurinn í Suðvesturkjördæmi sé í krossferð til að losna við formannin út af þingi. mhm, Það er bara hvernig ætli stemmingin verði á flokksráðsfundunum eða nú man ég ekki hvað heitir hérna, fundurinn hjá framsókn sem að getur flýtt landsþingi, já, miðstjórn kannski eða flokksráði, maður ekki, en það verður væntanlega súr stemming á þeim fundi ef að þarna mæta fulltrúa kragans grái fyrir já, járnum já, og búin að reyna þetta þetta verður einhvað. og fylgist með Sigurður Inga brjálaðir. Ég sé fyrir einhverja titla við næstu áramót, Já, já, það næstu áramót að þetta. gætu komið inn nýjir flokkar. En já, já, kaldhæðni ársins. Já, herru, þarna komu nú inn tvær, þrjár ábendingar en okkur þótti ein svona afberandi best og kaldhæðni ársins er græna skóflan sem eru verðlaun, umhverfisverðlaun sem að Reykjavíkurborg veitti sjálfur sér fyrir leikskólan sem var byggður upp hér í gömlu hjálpartækja búðinni sem heita Adam og Eva Já, já. og Ég leikskólinn. man að þú skrifaðir mjög skemmtilega grein eða pistil um þetta í Morgunblaðinu, var það ekki? Já, býtum við hérna. Hver var fyrirsögnin aftur? Torfþak rýður hjálpartækja búða fullu, minni mig. En þetta, hérna, þetta var allt þið ótrúlegasta mál og þarna var hérna, þakið að sligast undan grænu æfingum borgarinnar og enda á því að með grænu skóflunni mokuðu menn torfinu ofan að þakinu. Og þetta var þetta kaldhæðni ársins á nokkur svafa. Það er verðskuldaði. En Péruminn ársins, það er náttúrulega mikil titill, það er mikil samkeppni þar. En hverju unnu? Já, en þetta er svona sameiginleg hérna, þetta eru í rauninni kosningastjórar Samfylkingarinnar og Viðreisnar fyrir að komast í gegnum kosningabarátuna á þess að ræða Evrópusambandið en gera það svo að fyrsta málið á dagskrá stjórnarmyndunarviðræðanna. Það var bara flutta fréttir af því að Evrópumálin voru rædd þarna bara alveg í blá byrjun. Og það þarf lagni til að fela svona risamál sem allir vita eru hjartfólgin þessum tveimur flokkum og annar flokkur bara beinlinni stofnaður utanum Evrópusambandið og hérna en að komast í gegnum kosningarnar á þess að ræða ESB að nokkru marki og keyra síðan bara full force á það. Þetta er ósvífni þetta maður verið að taka hatt sinn ofan fyrir svona nálgun. Það hefði nánast mátt kalla þetta feluleik ársins því að þetta var alveg svo ábyrrandi hvað var reynt að fela þetta. Kristrún Frostadóttir, nýr forsætisráðherra, hún auðvitað sópaði þessum til teppi með stjórnarskrármálum og það greinilega virkaði fyrir hana og þá held ég að Viðreisn hafi séð, heyrðu, við verðum að gera það sama, við verðum að hætta að tala um þetta ESB. Þannig að þau reyndu eins og þau gátu að forðast það á lokasprettinum og það er eftirminnlegt að í einum þættinum sem að Þorgerður Katrín var í viðtali og var ítrekka að spurðum þetta hjá einhverjum þáttastjórnum hvað heitir hann aftur þetta á MBL Stefán Einar Stefánsson, já. Hann reyndi mikið að spyrja hana og allt kom fyrir ekki. Hún bara vildi ekki svara þessu. En menn gátu gefið sér svarið. En ég er ekkert viss allir hafi gert það þegar þeir mætti kjörklefa. Nei. Ég fikk senda mynd af Viðreisnar forkólfunum það sem þau voru á Eiðistorgi. Þau voru með svona skilti með sér þar sem fólk skrifa hvað væri mikilvægast og svo komu næstu gestir að spjalla og þeir settu strik við það sem þeim lága helst á hjarta og þarna í Eiðistorgi fekk myndina senda og mér minnir að það hefði verið skrambin að vera ekki með hana hérna við hendina en mér minnir að ég hefði talið að það hefði verið komið 14 atriði á töfluna þegar þarna var komið þetta myndi var tekin ekki ekkert snérið að Evrópusambandinu eða evrunni bara tala um aðra hluti svo fyrir þetta beint
beint í forgang. Já, Alveg magnað. það er það. Mm. Eru þið en hérna, Já, taka næsta flokk? heyrðu, það er nú aldrei stór titill. Nýlendu herra ársins. Já, þetta er nú titill sem að er upp runnin hér úr svona dýfstu fylsnum sjónvarslösa fimmtudaga. Já, Við höfum meira þess að lagt fram þingmál þess efnis að vind ofan að þessum ævintýrum nýlendu herrana. ég held að mig alveg segja frá því, við fundum sjálfur upp á þessum lið Já. og höfum veitt sambarlega verðlun áður. Heyrðu, en nýlendu herra ársins, það er fjármálaráðherra fyrir ásælni sína í lönd og jarðir landeigenda í gegnum árin, Já. en síðan var farið í sérstakann auka hring landið þar sem á að gera upptak eyjar og sker, Já, já. bæði 12 eins og það er kallað. Þetta er algjörlega Svæðið óskiljanlegt. 12, þetta er eins og einhverju svona framtíðar dystopíu mynd. Já. Þetta er eyjar og sker, en það er meiri segja sko, þú veist, hérna, svæði langt upp í Borgarfirði sko, sem fellur þarna undir þessa kröfugerð í fyrstu atrinu, að því þarna hefði menn bara greinilega gert orðaleit og gert bara kröfu til alls. Mannlendur að litla Brákarey, einhver hlutur hann glemdist hérna, en Brákarey, það sem er sko alltaf ekki svona 10.000 fermetrar á húsum þarna, Já, já. á að ná því til ríkisins. Já, ríkið ætla að taka það. Já. Og halvan Herjólfsdal og það er alveg megnið af Vestmannaeyjum. En við leggjum fram þingmálu núna, bara upp af þings, það sem við leggjum aftur til að það verði bara hætt þessu rugli sem snýr að svæði 12. Við boðum það á sínum tíma, við höfum þetta rætt þetta all oft hérna í þáttunum. Já. Og við boðum frumvarp og ég held, eins og við lofuðum fyrir kosningar, það var nú kosningalofur, en við erum í stjórnarnarstuð, ekki? Að það væri fullt tilefni til þess að líka að skoða það sem á undan er gengið, af því að ég held að það hefur verið gengið á rétt manna umfram það sem að ásættanlega getur talist í réttaríki. Nú fikrum við okkur áfram, næsti flokkur er þrautseigja ársins. Já, það var engin samkeppni. Nei. Og verðlaunahafarnir eru hér að taka sín önnur verðlaun í þettinum og verðskulda það. Það eru Grindvíkingar, eins og í fyrra og eins og í fyrir lið hér í þettinum í kvöld. Það er engin samkeppni. Og maður er bara fullur lotningar fyrir þessu fólki. Við auðvitað þekkjum Grindvíkinga vel, þeir eru hérna miklir vinir okkar í miðflokknum og það er bara búið að vera mjög hvetjandi að fylgjast með því hvað þetta fólk hefur mikla þrautseigju og baráttugleði og gefst ekki upp. Þannig að þetta var engin samkeppni, það er bara þrautseigja ársins aftur Grindvíkingar. Eins og í fyrra. Heyrðu, þá var næsti flokkur spámenn ársins. Herðu, það er aftur það sem var í fyrra. Já. Og kannski ekki það ástæðulausu. Það eru vinur okkar og við erum ekki að gera lítið á þeim, en þeir eru í vonlausri stöðu. Já. Þegar þeir mæti viðtal og segja að það er ekki að fara að gjósa, svo myndast rauður bjarmi fyrir aftan þá í beinni útsendingu. Þeir eigi ekki séns. Spámenn ársins eru eldfjalla og jarðfræðingar Íslands. Já, það á engin séns í þetta. Nei. Svo færum okkur yfir í pólitíkin aftur. Já. Þetta er nú ekki spennandi flokkur. Þetta er svona eins og ef einhver er með stuðulinn 1,15 á Epic Bets eða Betson. Já. Leikari ársins í aukahlutverki. Leikari ársins í aukahlutverki fékk auka verðlaun því að sami maður færðist úr því að vera leikari ársins í aukahlutverki yfir í það að vera statisti ársins. En það er enginn annar en Davíð B. Eggertsson sem að fékk nú, það var ekki við, það var eiginlega formað Samfylkingarinnar sem að veitt honum titilinn aukaleikari ársins. Já. En í framkvæmd og í framhaldinu þá gerði hún að statista ársins. Þannig að hann, eins og lána fyrir, hann fékk ekki verið ráðherra. Nei.
En það er svona, það má Uh, nú eiginlega segja sko Kristrún er nú svona fenn nærri því að vera bara svona að rað kjöldragan. já, 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 ég meina, hann fekk ekki að vera ráðherra, borgarstjóri til mjög langs tíma og við höfum nú oft sett út á Dag B. Eggertsson svo að við gætum nú, Fyllt tvo þætti, bara já, samantekna það. en hann er maður með reynslu, hæfilega ósvífin, er alltaf að koma sér í felur þegar að hvað við sinn er, mikilvægir eiginleikar fyrir stjórnmannliða líklega, Já, já. en hann fekk ekki að vera ráðherra. Uh, hann fekk ekki að vera formaður þingflokks. Hann fekk ekki að vera varaformaður þingflokks. Hann fekk ekki að vera formaður nefndar í þinginu. En hann verður hugsanlega varaformaður nefndar. Fyrir súrasta Íslendingin. Akkurat. Og ég meina, tekur því illa, Bergþóri, ég segja, maður er nánast farin að vorkenna Degi B. Eggertsssyni. Nei, þetta er svona tilfinning sem eru aðeins skotuð upp kollinum hjá mér undanfarið og þetta er, ég er nú svona, já, ég man ekki eftir viðlíka trakteringum. En en það er svona, í þessu samhengi sko þá rífast upp fyrir mér að Oddný Harðardóttir, þingkona fyrrverandi, sem var búin að vera lengi hér á þinginu, þingkona Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi, setti status á Facebook núna fyrir nokkrum dögum síðan þar sem hún lýsti því yfir að Dagur B. Eggertsson væri sko engin aukaleikari. Já, Og það vakti athygli mín að þetta er á 400 manns búin að læka þennan status en ekki nema einn þingmaður Samfylkingarinnar. já, já. Þannig að það er svona Dagur virðist vera svona skilinn dálítið eftir út á berangri í þingflokknum. Hvernig heldur hann takið þessu? Þetta verður forvitnilegt að sjá en reynslan segir að hann virðist nú eiga ráðundir yfir hverju þegar Já, kemur að því að vinna úr flókinni pólitískri stöðu og ég meina það er ekki hver sem er sem getur tapað tvennum kosningum í röð og haldið öllum völdum. nei, nei, Þannig að þetta verður mjög spennandi að fylgjast með hvernig þessu vindur fram. akkurat. Heyrðu, síðan förum við yfir í vini ársins sem að eru þetta svona fylgifiskur þessarar tilnefningar og smákaldan í þessu en vinir ársins eru Vinir ársins eru fyrrnefndur Dagur B. Eggertsson og fyrrnefnd Kristrún Frostadóttir. þetta var aldrei séns. Átti engin séns í þetta. Og þetta krefst eiginlega ekkert frekari skýringa, þannig að við getum farið bara í næsta. Já. Heyrðu, ég ætla, þá tek ég boltan, nei, þú tekur næsta flokk. Ég held að næsti flokkur sé kannski svona 180 gráður frá vinum ásins, af því það var smá kaldan í því, en yfir í stóðsendingu ásins. Nei, við vittuðum henni, já. Hún féll inn í annan lið. Já, ég fatt það núna, ég fór aðeins fram á mér. En stóðsending ársins er þessi Facebook-staf Oddný Harðardóttir. Ok, afsakið þetta. Já, ég miklu frekar ég, því að mér tókst ekki að hemja mig í frásögnum mínum á Samfylkingunni. Við ferum í allt annað. Huldumaður ársins. Huldumaður ársins. Þarna er nú stjórnmálamaður sem að hefur held ég alltaf verið til í viðtöl og þá helst því minnst sem hún veit málið sem fjallaði hverju sinni. Ja, það á nú við marga stjórnmálamenn en halda áfram. En núna kemur upp mál þar sem að mann grunar að stjórnmálamaðurinn sem umræðir viti allt raunverulega. En það hefur verið mjög erfitt að ná í hana. Og huldumaður ársins, það er hún Dóra Björt borgarfulltrúi Pírata. Já, skipulagskeisari borgarinnar. Skipulagskeisari borgarinnar vegna þess sem stundum er kallað græna gímaldið sem er þarna rísa við Árskóga 2 sem er byggði við móan minn. Já, sem er byggði við móan einmitt, já, akkurat.
Þetta er mál sem er auðvitað alveg ótrúlegt eins og allir þekkja sem að hafa fylgst með því og sko menn eru að mér sýnist í einhverju misskilningi að djöflast á köflum í verktökunum sem þarna eru að byggja hús en allt sem varðar ákvarðanir sem þarna liggja fyrir og grundvalla þessa framkvæmd það er allt gert inn í borgarapparatinu. Já, já, já. Ég satt í skipulagsráði í eitt eða tvö ár held ég að það verið áður en ég byrjaði í pólitíkinni og það var allt tekið fyrir. Nánast hver einasti gluggi Já, og stjórnmálamenninni vildu stundum hafa skoðun, stundum vildi ég hafa skoðun. Kerfið vildi nú yfirleitt ráða þessu. Ég man ég sendi eitt mál tilbaka 4 eða 5 sinnum þangað til að ég var hann sáttur og svo var framkvæmt og það var ekki í samræmi með það sem ég vildi. En munurinn er sá að þessi framkvæmt er algjörlega í samræmi við stefnu þessa meirihluta mm, að reyna að hrúa sem mestu byggingarmagni inn á þéttingarreitina svo kölluðu og þannig er það gert og það hefur ekki gerst án vitundar og vilja borgarstjórnar meirihlutans. Þannig að það eiginlega bara liggur fyrir. Í öllu falli liggur ábyrgðin fyrir. Hún er hjá borgarstjórn, meirihluta borgarstjórnar. Og það var bara furðulegt að fylgjast með því hvað huldumadurinn kom eins og já, borgarfulltrú út úr hól og var bara undrandi á því að þetta hefði gerst. Borgarstjórin sem ég held að búinu við Breiðholtinu, ég er ekki viss en hann keyrir vantanlega þarna framhjá já, já. alloft lítur á að séð framkvæmdina alveg bara flemtri slegin hvað er að gerast hér? Það sem er að gerast þarna er stefna borgarinnar þannig að þetta mál er ennþá óleyst en þetta er svo svona sýnilegt og skýrt dæmi þær villigötur sem að Reykjavíkurborg er á í skipulagsmálunum þegar að mönnum dettur það í hug að leyfa það bara að það sé byggður risastór málmveggur þótt hann sé ljósgrænn fyrir Þetta er svona framsóknarveggur. ja, kannski fyrir svalir og glugga fyrir útsýni fólks. Já, já. Þetta er svona einhver fyrring en fyrring er kannski orðið sem einkennir borgaryfirvöld framan á það. Já, já, akkurat. Heyrðu, nú mjögum við okkur áfram og ég ætla að lesa inn næsta flokk Já, og það er málfrelsis riddari ársins. það kemur nú engin annan til grein en það en Elon Musk og það verður nú að segjast alveg eins og er að það hefur haft gríðarlega mikil áhrif að hann skildi kaupa einn af samfélagsmiðlunum Twitter á sínum tíma og kallast nú X því að það var orðin regla allra þessara samfélagsmiðla sem eru svona orðin megin uppspretta umræðum samfélagsmál allan heim að það ætti að ritskoða hvaða skoðunir fólk fengi að hafa, hvaða fengi að segja og hann var ekki af því að það væri æskilegt hann raunverulega trúði á tjáningarfrelsið og sýndi það í verki með því að kaupa þennan samfélagsmiðil fyrir óhemju mikla peninga allt of mikla peninga 44 milljarða dollara. Tölu sem maður skilur ekki. Nei, sko, og til að setja þetta í samhengi svona margir af mönnum sem eru fyrst og fremst frægir fyrir að vera stórkostlega ríkir einhverjir af rússnesku ólígarkonum einhverjir sem eru svona celebrity bandaríkjunum fyrir að vera frægir Donald Trump til dæmis þetta eru menn með kannski svona 5 milljarða dollara Elon Musk eitti 44 milljörðum dollara uh,
hann þyrst svona 9-10 Trump í það, í einhverja vefsíðu, mm, af því að hann raunverulega, að því ég verðist, hafði áhuga á málfrelsunum. Og hvað hefur svo gerst síðan? Jú, þetta hefur orðið uppspretta frétta og umræðu, þannig að hennur hefðbundu fjölmiðlar er bara að dragast aftur úr og orðin er rosalega pirraðir. Evrópusambandið alveg brjálað og vil fá að loka bara helst á þetta, að það sé að koma þarna fram einhver sjónarmið sem að það er ekki búið að votta og búið að vera með mikla tilburði til þess að reyna að hemja það. Og núna, reyndar á nýja árinu held ég að það verið, og þátturinn þá nær aðeins yfir áramótin, tilkynnti Mark Zuckerberg vinnur okkar hjá Facebook að Facebook ætlaði að falla frá sinni ritskoðun. þetta er ótrúlega þróumál og mér minnir að Zuckerberger hafi talað á þeim nótum að ætlunni væri að taka upp í rauninni nálgun X gagvart Já, já, athugasemdum. hann sagði það bara beint. Mm. Hann mér svo orðaði það þannig. Taka upp sömu aðferð og X-nótar sem er kallað þetta community notes Já, já, og veit ekki hvað ég var að kalla á íslensku en það sem að, athugasemdir lesenda. já, það sem að geta svona leiðrétt það sem er farið með staðlösu stafi og auðvitað málfrelsunum fylgir alls konar böll og þá þurfum menn bara að svara því að hafa vit til þess að bregðast til því en það var svolítið áhvert samt að sjá fréttirnar það þegar að Zuckerberg sem er reyndar farin að funda með Trump núna allt í nú þegar Zuckerberg ákvað að fylgja fordæmi Elons þá komu fréttir sem voru svona þess efnis að ég var að leita hérna að fyrirsögn ég var ekki með hana tilbúna það var einhvað á þá leið Facebook hættir að leiðrétta falsfréttir og slíkt og þetta hefur verið svolítið viðhorfið hjá fjölmiðlunum að það sem að er ekki þeim að skapi það séu falsfréttir Já, þó að þeir hefur oft sjálfur sérstaklega undanfjörðu búið til Teljandi oft, sko. falsfréttirnar Já, já. en allavega þetta var verðskuldað hjá eldfluga og bílamannunum Elon Musk Sem vill að við sækjum meiri olíu og jarðefnaeldsneyti til að keyra hagkerfin áfram. af því að hann hefur smá raunveruleika tengi kannski. Akkurat. Heyrðu, næsti flokkur, blekking ársins. það er alveg á hreinu það er kíkjum í pakkan blekkingin Já, þetta er algjörlega, sko, þegar bara liggur fyrir, ég rifið hann upp í pistli í Morgunblaðinu við erum að taka upp á þriðjudagskvöldi og í mánudagsmokkanum í gær birtist pistill þar sem ég var að rifja upp blaðamannafunda sem Össur Skarphéðinsson satt Já, með Stefáni Fugl. mjög góða pistill Stefáni ég er alveg sem verið að bara fletta honum upp þetta var hvaða dag Þetta var í mánudagsmorgunblaðinu. já, Og hann verður nú ábyggilega gerður aðgengilegur á heimasíðu Miðflokksins líka fyrir þá sem vilja sjá þetta. með flokkunum.is, já En sko þarna sáttu þeir Össur og fór með himiskautum eins og gaman að Össuri. En já, það má ofta hafa gaman á hann já. En hann fór með himiskautum hvað þetta væri allt saman stórkostlegt og mikil tækifæri fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið. Og svo tók hann rispu það að það væri ekki nokkur það að snillingarnir hjá Evrópusambandinu mundu finna ingenious, eins og hann orðaði það, bara úthugsaðar leiðir til þess að búa til lausn sem öllum væri gagnaðist og allir væri sáttu við. já, Þá kom Stefán Fule, stækkunarstjórinn, bara svona, tók orðið bara svona, hugsaði greinlega, ég ætla ekki að láta þennan fund enda svona, bara svona, bara ég man eftir svipnum á honum bara svo fréttinni. það sé á hreinu þá eru engar varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins. Og mér eru alltaf þótt virðingavert að þarna Já. mæti bara embættismaður, kontoristi frá Evrópusambandinu í viðkvæmum viðræðum og samtali og þetta allt saman hvernig Ísland aðalagi sig að regluverki Evrópusambandsins já, bara segi það sem sko íslensku stjórnmálamönnum sem þarna voru að reyna að koma ykkur inn í Evrópusambandið já, þeir höfðu lagt óðbóðslega vinnu í að fela þennan raunveruleika. Hvað gerir Stefán Fule? Hann bara sagði þetta. já. Og ég hef einhvern veginn haldið að þarna 27. júní minni mig 2010
bara þennan dag, Klukkan hvað var þetta? já, ég get nú ábyggilega flettið upp, Já, en ég þurfum að gera þennan blaðamann fyrir aðgengilegan, sko, mm, gerið það fljótlega. Og bara þennan dag hefði þessu kvaki að kíkja í pakkan átt að vera lokið. já, já. En, Sko, en svo gengur þetta allt út á blekkingarnar. ég sammála þér þetta var virðingavert, en kom ekki til að ástæða lausum. Ég hef nú áður lýst í hér í okkar þáttum og í fjölmjölum hvernig það var að vera í pólitíkinu á þessum tíma þegar að Evrópusambandi sjálft reyndi ítrekað að útskýra fyrir íslenskum stjórnvöldum mikilvægi þess að menn áttu sig að því hvernig umsóknarferlið væri. Það væri ekki til sem héti samningaviðræður. Þetta er bara spurning hvernig ætlið þið að uppfylla kröfunar. Þeir hafa verið alveg heiðarlegi með þetta. Já, já, já. Og bara oft furður lostnir þegar þeir heyrðu svona ræður eins og frá Össuri. Ég hef sagt frá fundum í utanríkismálanefnd sem að þeir voru bara þeir bara skildi ekki hverju þeir voru lendir. Þeir bara hafa upplifað sig í falni myndavél eða eitthvað bara. Já, já. En nú heldur þessi nýja ríkisstjórn áfram með þetta að kíkja í pakkan. Og ég hef kallað það bara fals, blekkingar og hluta því er þetta að bara halda áfram viðræðan, klára viðræðarnar. Og ég hef þá bent á, þekkjandi það nú kannski betur en flestir af því að ég fór til Brussel til að ganga úr skugga það, menn væri með alveg á hreinu að Ísland væri búið að slíta viðræðum, væri ekki lengur umsóknarríki. Þeir féllust á það, þeir tóku Ísland út alls staðar, Ísland birtist hvergi á síðum þeirra, ekki einu sinni við hliðina á Tyrklandi sem er búið að vera í fristinum í 20 ára eða hvaðan er. Ísland er ekki umsóknarríki. En það sem ég velti fyrir mér, ef þessi ríkisstjórn trúir því raunverulega að þessi rétt að nálgast þetta þannig að sé best segja ef ekki bara klára viðræðurnar, ætlar hún þá að fallast á það sem að Össur, Jóhanna og Steingrímur voru búin að ræða við Evrópusambandið? Ætlar þessi ríkisstjórn bara að samþykkja þá kafla sem að Það var búið að loka fullt af köflum. já, Ég hef nú ekki hugsað út í þetta. þannig að þetta er bara spurningum að halda áfram. Þeir kafla bara frágengun eins og Össur vildi hafa þá. Við mögum fá að sjá þá. Það er góð spurning. Ég ljósi þess að við fáum ekki enn að sjá brefin, varnarbrefin gagnvart bókun 35. Alveg rétt. Heyrðu, þetta verður áhugavert, það er ekki nokkur spurning um það. Jæja, og þá er það næsti flokkur, Íslandsmet ársins. Þetta er fastur liður og ég held að það breytist ekkert verðlaunahafinn, allavega ekki frá því að við byrjum á þessu. Það er einu sinni sem oftar fjárlagafrumvarpið. Já, það á engin séns. Engin séns í þetta. En ef menn hefðu bætt Íslandsmetið í langstökki með sömu ákefð og Íslandsmetið í útgjöldum ríkissjóðs, þá verður menn fannir að stökkva 17-18 metra í langstökki. Já, bæði hraði vaxtarins og metið sjálft. Allt. Það er engin samkeppni. Ef það væri til svona Íslandsmetabók Guinness, þá væri þetta 2-3 blaðsíður. Já, akkurat. En þetta handapat á þér beggi, þýðir það að ég er farið að tala hraðar eða Nú er ég bara að vona að næsti hálftíma á teipinu verði 45 mínútur. Já. Það var orðað einhver staðar. Byrju, ég þarf að bæta við nýjum lið. Bjartsýnismaður ársins. Já. Bergþór Ólason. Við færum okkur í næsta flokk. Það er við erum að vinna með, þetta er svona, lönduðum ekki alveg nafninu á flokknum, en loforð ársins eða eftiráskýring ársins. Já, tökum þetta bara sem eitt lið, já. Loforð ársins voru náttúrulega kosningaloforð flokksfólksins sem að voru allmögnuð og fjölmiðlarnir ákvaða að spyrja ekkert allt of mikið út í það. En það snýrist meðal annars að taka 90 milljarða á ári úr lífeyrissjóðum landsmanna, var það ekki? Jú. Tryggja öllum 450.000 krónur skatt og skerðingarlaust. Toppið píratana í þessu og sitt hvað fleira, frjálsar handfæraveiðar og allt þetta fyrir alla, fyrir alla ótakmarkað. En svo kom hann á daginn, það var myndur ríkisstjórn
Valkyrjustjórnin og, og formaður Flokks fólksins, Inga Sæland, var mjög kátt. Þrátt fyrir að fá ekki fram neina af sínum stærstu kosningalóðum, en útskýrði þá að það ætti sér eðligar skýringar. Flokkurinn hefði ekki fengið yfir 50% atkvæða. Ef hann hefði fengið 51%, þá hefði kannski verið staðið við kosningalóðin. En af því það gekk ekki eftir, þá var engin ástæða til þess. Þetta er ótrúleg nálgun á kosningalóður. Það hefði mátt koma fram fyrir kosningar. Það hefði verið til bóta. Já, sko, ef við fáum yfir helming atkvæða, þá gerum ætlum við að gera þetta. Sem þið hefur reyndar ekki gert að þetta var allt galið. Já, já, Þetta er hérna, en eftir á skýringa ársins, Inga Sæland, já, lofar Flokks fólksins sem að komu síðan á daginn að þau höfðu áætlað að þyrfti 51% atkvæða til að standa við. akkurat. Þetta er hérna, þetta er svona. Herðu, næsti flokkur, vilt þú ekki leiðin núna? Jú, nú tek ég við og spyr þig, hver var ráðherra ársins? Þetta er stórflokkur. Herðu, ráðherra ársins er sá sem tók við undir blálokina því að sá fyrri er nú nýbúin að fá verðlaun fyrir Íslandsmet ársins. Já, En ný ráðherra ársins, það er nýji fjármálaráðherrann sem enginn fekk tækifæri til að kjósa. mhm, Það er auðvitað dálítið síðan utanþingsráðherra var í hérna ríkisstjórn en já, auðvitað óskum honum velfarnaðar í sínum störfum. já, og þetta er merkilegt. Sérstaklega í ljósið þess að þetta er fjármálaráðherra. Mm. Ég er ekki viss að áður, að minnst kosti ekki seinni tíð. Mér ekkur ekki myndið þess að utanþingsráðherra hafi verið fjármálaráðherra sem að hefur nú verið sögð svona ein ef ekki alvaldamesta ráðherrastaðan og þarna er hann fulltrúi E-flokksins í ríkisstjórninni eða það á eftir að koma í ljós. Það er að bæti í völdi af flokksins, helistans. á á eftir að koma í ljós já, já, ég meina engin ágreiningum um það að þetta er ákveðið afrek og verðskulda titilinn ráðherra ársins en þá færum við okkur úr niðurstöðum kosninga yfir í það sem er nú oft ábyrjandi fyrir kosningar auglýsingar og auglýsingu ársins. Það er nú veitt sérstök verðlaun fyrir þetta, kalluðu lúðurinn held ég, Já, já. mikil hátíð haldin, en við erum með okkar eigin verðlaunaflokk fyrir auglýsingu ársins og hún er ekkert endilega á stjórnmálasviðinu, því að það er mikil samkeppni og hver er auglýsing ársins, Bergur? Fá menn álúðurinn. Auglýsing ársins, það er auglýsing frá Ísavía sem að er nú ekki mikill í samkeppni, það er ekki eins og maður eigi marga valkosti hvað það varðar að fara á landi brott. Já, akkurat þeir að vera auglýsa. Það er algjörlega óskiljanlegt. Ég er bara hérna ég hef ekki Skúli í Subway skrifaði príðisgrein um þetta þar sem hann var að hérna bara spyrja spurninga sanngjarnara varðandi þetta. Og þetta var einhvern veginn Ísavía auglýsið þarna á dýrasta tíma í auglýsingarslottunum við áramótaskaupið og síðan aftur á einhverju dýru slott í framhaldinu. Þetta er sko maður hefur ekki á tilfinning já þannig er alveg örugglega svigrúm til hagræðingar því að þannig er þetta bara verið að fara með hérna annarra manna pening eins og áttu vera þegar menn fara frjálslega með Ég sá þessu auglýsingu þetta er bara einhver svona ímyndar auglýsing fyrir fyrirtæki sem að heldur utan rekstur flugvallarins sem að eins og segir flestir bara eru tilnefndir til að fara í gegnum þeir er alltaf til útlanda mættu nú reynda að vera fleiri í gegnum Akureyri og Egilsstaði og viðar en hvað kemur næst? Fyrir fjármálaráðuneytið bara sjálft að auglýsa fjármálaráðuneytið stendur með þér góður staður til að vera á skattan ykkar já, þetta er einhver þvæla sko. En það er auðvitað bara þetta bara að bera sama brunn og margt annað að menn þurfa að fara svona að nálgast þetta af meiri virðingu fyrir peningum skattgreiðenda. já. Næst er það vill ársins nei, við erum að fara að tala um vill ársins Já, vill ársins það er fastu liður hjá okkur Já. Hver er það núna? Heyrðu, þetta hefur unnist á sjónarmun núna undanfarin 2 ár og í ár er villi ársins Vilhjálmur Árnason riddari
rítari, segi ég, Já, Sjálfstæðisflokksins. Og ég ætla að spá því að Villi verði áfram rítari Sjálfstæðisflokksins. já. En já, Villi er búinn að vera segur í gegnum þetta ár og duglegur að Bill er það alltaf þarna, sko. já, Hann já, lifir alltaf af. já, og hann er nice guy. Já, Og já, já. Það er engum illa við Villa. nei, nei. En En, svona, númer tvö þetta ári var okkar besti verkalýðsleiðtogi Vilhjálmur Birgisson. já, Þeir munum væntanlega kljást aftur á ári með fleiri villum þessa lands. já. Þannig að þetta var Aðrir Villar þurfa að fara að taka sig á. já, Vilhjálmur Árnason til hamingju. Þá er næsti. Og næst er það fasteigna þróunarfélag ársins. Já, þarna er engin keppni. Nei, Betri samgöngur OHF. Sko, það sem menn fá nú stundum úr pakkanum er ævintýraferð. Hverjum hefði dottið til hugar að betri samgöngur OHF, sem er þetta apparat, Óláns apparat sem var stofnað utan samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, að það skildi verða einhvern stæðsta fasteigna þróunarfélag Íslands. já, já. Það var ekki sko hluta því sem menn voru að sjá fyrir sér þegar þetta regluverk var samþykkt inn í þinginu. Nei, ekki bara er þeir fasteigna þróunarfélag risastórt, heldur ætlaðir og eru bara langt komin með að taka stjórn og samgöngum hérna á suðu vesturhorninu Já, já. og bráðum byrjaður að auglýsa, ger ég ráð fyrir. Já, bara slottinu fyrir áramótasköpið. Já, Já, já. Það er mjög líklegt. Það er mjög líklegt. Færum okkur í næsta. næst, herðu, þetta er nú bara einn af stærstu liðunum. Við erum svolítið að færa okkur yfir í þingi núna, Mm. en þetta er svo stóri. Þetta er nefnilega svo stóri. Þingmaður ársins. Í þessum flokki er engin kaldhæðni. Nei, Þingmaður ársins er Birgir Ármannsson, já, sem var búinn að sitja lengi á þingi og var forseti Alþingis undanfarin ár og þetta er auðvitað afbragðsmaður sem að hefur nú bjargað mönnum oft frá mistökum hérna í þinginu, er svona gangandi alfræðaorðabók í því sem hér fer fram og ég get nú sagt fyrir mig að ég þó að það sé þetta ekki búið að kalla þingi saman og ekki búið að kjósa nýjan þingforseta, en ég sakna Bigga strax já, já. úr þessu embætti. Ég meina, allir hafa gaman af Bigga. Hann er nefnilega humoristi þó að Geti virkað djúpt á þeim, já, já, það er alveg rétt. Alveg rétt. En það er stundum talað um það í Ameríku þegar menn fara svona í stjórnir að go native verða eins og hérna íbúarnir eða í Bretlandi og ég hefði viljað að Biggi hefði gert meira varandi þetta hús sem við sitjum í núna, hefði ekki farið í allar þessar ímyndarbreytingar með logo og svona og ég hefði viljað hann taki grjótið þitt. Helvítis grjótið. Já. Þurftur nú að nefna það. En að því sögðu þá auðvitað er öllum vel við Birgi Ármannsson og hann hefði komist inn á þing aftur ef hann hefði verið í framboði, gerir ég ráð fyrir. Já, já. En við notum takkifærið og þökkum honum fyrir. Já, bara kærlega Samstarfið. og bara búið að vera frábært samstarf undanfarin ár og við óskum honum allsins besta. Frábær þingmaður. Jep. Þá færum við okkur í næsta flokk. Já, Marteinn Mostal ársins. Já. Ég held að þessi liður hafi komið einhvern tíma fyrir áður en nú er nýri verðlunhafi. Já, og þessi kemur alltaf aftur. Ég kem alltaf aftur. Voru það ekki einhvern orð Marteins Mostal? Já, já. Hver Heyrðu, getur þannig verið? Marteinn Mostal ársins eru þetta Jón Gunnarsson. Já, augljóslega, já, þurfum nefnið það. Það átti engin séns í þennan titil þetta ár. En líka bara sagan á bakvið það. Sko, allir þessir atburðir þarna milli norðvestur og suðvestur og Já. og baráttan Þetta er og bara eins og bara heil þáttaröð á Dynasty. já, og svo bara komið niðurst og Jón ekki
vinnur okkar, Jón ekki sáttur. Fer bara, ég er hættur, er ekki í öðru sæti, ég er hættur. Og, og eins og við rættum einhvern tímann hérna fyrir þetta, að var það ekki Brynjar Níelsson sem við höfum ágjör að væri fann að borða einhverja, hefði farið í sveppatínslu og ekki týnt í réttu sveppina þegar hann saði að hann teldi bara að Jón Gunnarsson ætti að taka 5. sætið, maðurinn sem vildi alls ekki 3. sætið. Jæja, svo bara höfðum við ramt fyrir okkur með það. Jón tók 5. sætið, komst ekki inn á þing í 5. sætinu, frekar en við varum að búast, en Jón kom aftur Já, já, af ákveðnum ástæð og hann er þingmaður. já, já. Þetta er bara Við fáum að njóta áfram Jón er- samvista við hann. Jón kemur alltaf aftur. Já, Herðu, nú færum við okkur yfir í eyðslukló ársins. já, 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 það var nú ekki mikil, Þetta var engin keppni í þessum flokki. nei, en samt sko mjög stór flokkur í ljósi þess hvernig fráfarandi ríkisstjórn hagaði sér Mm. og flestir ráðherran auðvitað voru mjög uppteknir við útgjöld eða það að tilkynna ný útgjöld. En Sigurinn fer enga síður til Sigurðar Inga Jóhannssonar sem var, já, hann var hann fjármálaráðherra uh, og svona átti sinn þátt í þessum metum sem að við höfum rætt hérna fyrir þættinum. Já, já, akkurat, akkurat. Þetta er hérna, heyrðu, svo færum við okkur yfir í svona annars svona heiðursflokk, Fastur liður fastu liður. og eins og með suma fasta liði þá er erfitt fyrir nýlið að komast inn í þá. Í raun ekki séns. Nei, allavega ekki í þessum. Nei, Donkey Kóta Rásins, það er enn eitt árið, þá eru Donkey Kóta ársins og í þetta árið verður verðlaunum ekki deilt. Af því ef lúmsangurinn að við sittum einir að því þingflokki Miðflokksins að ári. En Donkey Kóti ársins er Óli Björn Kárason, já, okkar góði vinnur sem að kvaddi þingi núna hérna við lok síðasta kjörtímabils. Og Donkey Kóta ársins eru svona aðila sem að standa í vindmylluslag dagana langa og Já. þessi vindmylluslagur stendur að því snýr að því að draga úr yfirburðastöðu ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði og þeim áhrifum sem að sú staða hefur á einkareknum fjölmiðlana. já, Óli Björn Kárason, hérna, sem er mikil eftirsjá af þingi, hefur staðið í þessum slag alveg linnulaust lengi vel og við í þingflokki Miðflokksins sömuleiðis. En þetta árið er einn verðlaunahafi Donkey Kóti ársins, Óli Björn Kárason og óskipt velun. óskipt verðlaun og við þokkum Óla Björni fyrir frábært samstarfi gegn árin. Við gerum það og eins og þú segir, það er eftir sjá á honum. Ég skrifaði um það þegar hann ákvað að gefa ekki kost á sér aftur og þar með þetta vantar mikilvægar rödd hérna á þingið þótt hann hafi verið pólitískur andstæðingur okkar þá var hann svona, já, einhvern tímann hefði þetta verið kallað samviska sjálfstæðisflokks, Já. en hún er farin og já, og ég segi Óli Björn er farin og við höfum nú lengi haft áformum að reyna að ná henni vita. Við náum hún viðtal, Já. það er bara þannig, það er bara tímaspursmál og bara til uppruna þá munu þéttast gestakomur mjög Já. á næstunni hjá okkur hérna í sjónvarpsstúdíóinu. Herðu en bara aftur, Óli Björn Kárason, takk fyrir samstarfið, þú hefur verið ómetanlegur hérna inn á þinginu. Jep, Herðu, þá færum við okkur í næsta flokk, það er uppsögn ársins. já, herðu, það er María Sigrún Hilmarsdóttir sem gerði frétt fyrir Ríkisútvarpið og raunar innslag eins og það kallaði í sjónvarpsbransanum það hvernig það er nú mál sem að við höfum einhvern tímann rætt hérna á fyrri stigum með þessum þáttum það hvernig borginni tókst að breyta olíufélögum í fasteignafélög Já. Samt ekki eins og betri samgöngur, en fasteigna þróunarfélag Já. samt. og reyndar hérna
ég veit ekki hvort ég maður nefna, reynda Sjálfstæðisflokknum líka sem að Já, var að fastegna þróunarfélagi á, til að taka þátt í þéttingu byggðar. á Valhallari. Já, Já, já. stórkostlega ríkur flokkur núna. En allavega, hún gerði frétt um þetta. Bara Og, útsýnið, ég hef nú ekki skoðað þetta, en sko útsýnið úr sumum gluggum í Valhallari vantarlega bara eins og útsýnið á gömlu skrifstofuna hans Egils Ármannssonar hérna í já, Svartakastanum. mitt. Hún gerði frétt og einslag og, og þetta tengdist þetta framistöðu samfylkingarinnar í Reykjavík. Og það fjall bara ekki í kramið á vinnustæðnum, Alls ekki. bara alls ekki. Og hún var dregin. Já, já. Og það var ekki látið duga að láta hana fjúka, heldur var sko farið í meiðandi hérna, æfingar í þeim efnum. Já, einhver svona kvenfyrirlitning eða Einhver hefði kallað en allavega, Marja Sigrún Hilmarsdóttir er hér með gull í þætti ásins fyrir uppsögn ásins og nú er áfært sjá fylgast með henni á nýja ári verður hún í einhverju hlutverki þarna á RÚV. Hún er reynda búin að halda áfram að lesa fréttir og mjög góð í því, kemur afskaplega vel fyrir. Vonandi fær hún áfram að spreita sig í einhverju rannsóknarblaðamennsku, annars ef ekki þá hefur maður grunum hver ástæðan er. Já, já, akkurat. Hvað er næst hérna? Herðu, næst er tapsárasti Íslendingurinn. Það er, þetta Já, árið er það stofnun. já, já, byttu nú við erum enn á sömu slóðum greinilega. Það er stofnun, það er Ríkisútvarpið. Já, Breytti valreglum eftir að þeirra atriði sigraði ekki Eurovision. já, þetta er ábending utan úr bæ og þetta er, ég var nú búin að gleyma þessu verið að viðurkenna. Að þetta var þarna Eurovision æfingarnar. Já, 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 já. Þegar ráttarnið vann að þeirra mann. Þetta er ekki bassar eða Jú, jú. fullur úr rúf. Já, já, Það er einhver starfsmaður rúfi í því verkefni núna að tryggja honum ríkisborgarrétt en hérna ég sel það nú ekki dýran í kjöftið það. já, já. En já, þetta leiddi svo til þess að í hvað lok árs þá breyttiðu reglunum hvernig lög skyldu valin. Nei, var það ekki bara strax eftir, sko, í rauninni, þetta var eitthvað byggs þarna bara strax og hérna og niðurstaða fæst þarna úr hérna og valþættinum eða hvað þetta er kallað, sko. Já, Og svo þá er sett hann einhverja viðbóta krúsidúlur, einhverjar einhver bolti settur í fangið á Heru sem að hafði ekki til saka unnið til að sitja uppi með slíka ábyrgð, sko. já, Já, svo var einmitt já, 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 reglum breytt þarna svona til að þetta heiminu gerðist nú tryggilega ekki aftur. það var nú bara mjög illa komið fram við Heru Já. að mörgum. Ég held að Ríkisútvarpið hafi raunverulega ekki haldið með Heru. Nei, einmitt. Ég held að það sé bara staðan. Já. En nú er reglan ekki lengur svo að það sé það sem var kallað einvígi. Að tveir efstu fari í kosningu. Heldur bara svo sem að fær flest atkvæði. Þótt hann sé með 25%, ef hann er með flest atkvæðin þá kemst hann áfram í framhaldi af þessu. Og yfirleitt þykir það nú lýðræðislegast að sá sem er kjörin í einhvað eigi að hafa meirihluta á bakvið sig. Þess vegna er þetta víðast hvar svona í kosningum til þess að forseta reyndar ekki á Íslandi og hefur stundum verið rætt hér að þarf ekki meirihluta til að vera forseti en verið þessi Sjálfstæðisflokknum er búið að taka þetta upp. Já, já. Þar verða tvær umferðir núna í mánuðamóti febrúar-mars ef að enginn fær meirihluta en ekki í Eurovision. Nei, akkurat. Heyrðu, nú hérna fikir okkur áfram mannvirki ársins. Ég sé alveg áhyggjusvipinn á þér klukkunni. Þeir hafa nú alltaf verið langi hjá okkur hérna ársuppgjörs og þættirnir. Við fyrir að koma þann staða sem þú hættir að hafa gaman á þessu og bara starir á klukkuna en já. Aldsvitna hérna og horfi á klukkuna. Hvað það er, mannvirki ásins? Já. Já,
Ég held að það komi nú engum á óvart að það er græna skemman. Já, já, græna gímaldið. Ég held að krefist eiginlega ekkert frekari skýringar. Nei, nei. Þannig ég spari smá tíma fyrir þig. Já, já, akkurat, akkurat. Heyrðu, umhverfisvernd ársins. Þú mátt taka þennan. Já, já, ég held að ég fari ekki með rátt mál að það hafi gerst formlega á þessu ári að uppáhalds framfaramálið þitt, það að tappar skuli fastir við plastflöskur hafi verið Ef leitt við í værum í lög. mynd núna, þá myndu áhörendur bara sjá svona hvíta hnúa sem kreppast hér við borðindan hjá mér, sko. Já, já. Mm. En já, ég meina þú ert að bjarga loftslaginu og umhverfunu með þessu, þannig að reyndu nú að gleðast yfir því. Þetta er svona eitt af þessum vandamálum sem að er lögð mikill kostnaður að vinna í að leysa, en er ekki til staðar í raun. Já, já, Það var þegar ég var formaður umhverfis- og samgöngunefndar þarna 2017-21, þá var reynt að koma þessi í gegn löngu áður en að meiri segja Brussel apparatið vildi að þetta kemist í gegn. Og þá sendum við fyrirspurn umhverfis- og samgöngunefndin til endurvinnslunar, hefur það nú væntanlega verið, sko. Bara hvert hlutfall af flöskum væri sem kæmi með tappanum á. já, Það var vel yfir 90%, já, já. minnir 94%. Þannig að þetta er bara enn einn þvælan þar sem við erum að leysa vandamál sem er ekki til staðar. Algjörlega. Heyrðu, næst er grænt skref ársins. Grænt skref ársins, það var frétt um þetta bara í dag og ég skrifaði smá fæslu um þetta samfélagsmiðla. En þetta átti sér stað á síðast ári þannig að það er við hæfi að veita þeim verðlaunin fyrir vikið fyrir árið 2024. En grænt skref ásins eru semst áform um að byggja nýtt stórhýsi við gamla götu í miðbænum í Reykjavík sem að áður þótti nú svona ein helstaðasta gamla gatan í Reykjavík, Frakastíg. Og þetta hús verður klætt með gömlum vegriðum. Ha, hvað sagði? Vegrið, þú veist, sem er sett með fram vegunum, þannig að mann keyri ekki út af eða yfir á... Á að fara að klæða hús í miðbænum með slíku? Já, þetta er svo grænt. Þá voru ekki netadræsum með einhver. Hefðu hugsað út í það, þá hefðu það líklega unnið. En þessi lóð er við hliðina á stórísum þarna neðst eða nyrst í miðbænum, Skaugahverfinu. Og þar var á sínum tíma ákveð að byggja stórhýsi með fram Skúlagötunni. En gert ráð fyrir einum grænum reit. Það ætti að vera garður. Og þessi garður átti að vera upp við það sem hétt Franski spítalinn í Reykjavík. Já. Sem er mjög fallegt, friðað gamalt hús og var síðan skóli, grunnskóli held ég og síðan tónlistaskóli. Mjög fallegt hús og þarna átti að búið til fallegan garð. Og við hliðina á þessum garði eru byggð hús og íbúarnir. Þetta sáttur við það að þeir séu að fá þarna fínt útsinni yfir væntanlegan garð og út af Faxaflóa og í nálægð við miðbæinn. Og þeir fjárfesti í þessu, einhverjir byggja þetta og menn fjárfesta. Herðu, svo fengum við þessa nýju borgaryfirvöld með sína þéttingarstefnu. En ekki alls fyrir löngu gerðist það að í staðan fyrir garðinn vildu borgaryfirvöld að þannig yrði byggt stórhýsi. Íbúarnir voru ekki sáttir. Morgunblaðið fjallaði um þetta fyrir rúmum 2 árum. Og þeir mótmæltu og það var reynt að miðla málum og einhvað leigufélag sagði, við erum til í hérna til að bjarga þessu að gera upp nokkur lítur gömul hús og flytja hérna á reitin og hafa sín leiguíbúðir. Nei, sagði borgin, vildi hvorki garðinn né litlu húsin vegna þess, og þetta er bein tilvetnun, að það væri ekki í samræmi við græna planið. Græni garðurinn eða litlu gömlu timburhúsin voru ekki í samræmi við græna planið. Þannig að í staðinn fá íbúarnir núna útsýni, ekki yfir græna garðinn sem kom aldrei, ekki yfir litlu húsin, ekki yfir Faxaflóa, heldur að vegg, stórum vegg, klæddum með gömlum vegriðum.
Þetta er ekki hægt, sko. Þetta er og, þetta, já, hérna. og eins og með grænu skemmuna, ég er ekki að kenna sko, framkvæmdaðalunum um. Þetta er bara það sem borgin Já, já. baðum og vildi og ekki nóg með það, valdi. Hún valdi þetta til þess að heimila þetta af því að þetta fjalla græna planinu. Þetta er algjörlega ótrúlegt. Herru, næsti flokkur, símtal ársins. Já, já við náttúrulega þekkjum ekki til allra símtala sem hafa átt sér stað, en jafnvel þótt svo væri, þá held ég að það væri engin samkeppni. Því að símtala ásins hlýtur að vera nætur samtal þáverandi formans VG, Guðmundar Inga, við verðandi formann Svandísi Svavas afskipti þeirra að lögreglumáli. Og við vitum svo sem ekki alveg hvað gekk á í þessu samtali, en við höfum vitnisburð Svandísar það, og það er það sem tryggði sigurinn. Hún hafi ekki munað hvort hún hringdi Guðmundinga eða hann í hana, hvort að hann hafi hringt í hana til að tilkynninni um miðanótt að hann hefði verið að vekja ríkislögreglustjóra til að grípa inn í lögreglagerð, eða hvort að hún hringdi í hann til að segja honum að vekja ríkislögreglustjóra og grípa inn í lögreglagerð. Er þetta atriðið sem hún gleymir? Maður hefði haldið ekki. En að minnsta kosti hefur þetta verið það áhugavert símtal að hún myndi ekki á hvort megin þetta hefði verið. Það er afrek. Já. Nú, já, við færum okkur yfir í Heyrðu, ég er að fara alla leið yfir í hérna að því að komin á klukkuna. nei, þetta snýra við erum búin að sameina hérna. Já, ég veit það. Já, En, erum við ekki að fara alveg í uppgripin? jú, en mér er samt alveg allt til að nefna hérna lýðræðishneyksli Já, heyrðu, ársins fyrir ekki, það er þetta á milli. Já. Lýðræðishneyksli ársins. Sem var, þetta var nú kært og nú hefur við átt að, eða ég hafði undirbúið þennan lið betur og fletta upp hver héldu utan um þetta, en það var lögð fram kæra vegna kosningarna síðast í allmörgum liðum frá Pírata. Manstu hver það var? Núna, sem sagt, kosningarna bara núna sem voru að klárast. Já, Indriðið eða ekki? jó, ég held að það verið Já, Indriði, já. ekki þessi þannig úr fóstbræðurum, heldur Nei. Pírata Indriði og einn af kæruliðunum af mörgum sérstökum var að snitturnar hefðu verið of gamlar fyrir þá sem að voru að fylgjast með á kjörstað. Þannig að það er svona orðin og þurrar kannski ég frá deginum áður. Og þetta var liður í kæru til að reyna að fá endurkostningu. Það snittunum? Já, Ég hef ekki lesið þetta. nei, þetta var skemmtilegt. En alltaf, Það er nú eitt af því sem sjarminn við langa nætur þegar mikið gengur á er hérna, þurrt já, snakk já, sem hefur hérna svona svitnaði við nóttina. ég tala nú ekki um pítsur sem er búin að vera í sólarhring á borðinu. Já, þetta er allt gott. Já, já, Morgunin eftir þegar fólk er ósá við, sko. Heyrðu, þetta er hérna, þetta var Indriði. Heyrðu, þá færum við okkur næst yfir í uppgrip ársins. já. Herðu, það var nú aldeilis happafengur fyrir einhverja landamæraverði í Egyptalandi og einhverja Hamas-lið og fjölskyldur þeirra þegar fólk fór hérna frá Íslandi með seðlabúnt. Reyndar ekki alveg í samræmi við lög, en ég meina, það Það þurfi er ekki ekki alveg sama hver ég er. Dollarabúnt, eins og ég held að þetta komið fram í viðtölum við komandi, sem kannski þekkt ekki alveg lögin og það er bara svo gengur. En það voru þannig $5.000 á mann sem voru valdir úr til þess til að fara þannig yfir þessi vígirtustu landamæri í heimi, Já. hugsanlega fyrir utan Norður Kóreu á milli Egyptalands og Gaza. Og já,
það var safnað fyrir þess og einhverju dutt í lokapottin. Já, já. Aðalega Egyptar. Já, Mm. Heyrðu, þá þessu tengt næsta flokkur ferðaskrifstofu ársins. já, það er fyrirvændi ríkisstjórn hafa líklega verið ekki bara eina ríkisstjórnin, eini aðilinn sem tók upp beint flug frá Gaza, Mm. eða nánast frá Gaza, frá Egyptalandi, Já, já. uh, með svona egypskan flugvöll fyrir Gaza til að flytja fólk til Íslands og jú, gott og vel, ef að stjórnvöld hefðu hugað að því hverjir farþegarnir væru og ég og fleiri spurðum ítrekkað um þetta, hvaða ráðstafanir hafið þið gert til þess að vita hverja þeir það flytja, og það voru engin svör. Ég benti á að eina landi sem ég viss sem hefði flutt beint frá hefði verið Þýskaland, sem að hefði haft 200 starfsmenn sem hefði verið starfsmenn þýskra hjálparstofnuna á það svæðinu, komnið til Egyptalands, tekið þá til viðtals. Niðurstaðan úr þeim viðtölum var svo að bara helmingurinn fekk að fara til Þýskalands að því hinnir voru taldir og varasamir. Uh, hér íslensk stjórnvöld, eins og reynda stjórnvöld víða, geta verið svo barnaleg. Það var ekki talin ástæða til þess að huga að þessu. Nei, engin vissi neitt. Og með því er auðvitað ekki verið að saka neitt einstaklingu eða neitt sem kom með þessari leið nokkuð skapaðan hlut, og við viljum, og það hefur verið stefnan okkar frá upphafi, að aðstofa sem flesta eins mikið og hægt er á nærsvæðunum það fólk sem er í mestri neyð. Já, já. En síðasta ríkisstjórn, hún gat ekki lagt saman tvo og tvo í þeim málum, og svo var hérna einhverjum þætti á MBL, sem að spyrjandinn og ítrekkað og sýndi myndir af einhverjum aðilum sem hafði verið eða voru jafnvel með tengsl við hryðjuverkasamtök, og spurði ráðamenn, þau vissir af þessum aðila að hann væri hér. Nei, þau höfðu ekki hugmynd. Það var ísismadur tekinn á Akureyri, Já, já. mínu kjördæmi. En já, þetta var ávart, það sem ávart við þessa þætti, og þetta var að í fyrsta lagi þeir skildu ná að upplýsa þessi þáttastjórnandi þannig. Er það nafni Stefáns Einars? Er það ekki bara hann? Þetta er tiltölulega myndarlegur ungur maður, oft í rúbbipeysum. Alveg Borgarnesi, það er geðast þeim fyrir. Ég veit ekki hvað hann er, en allavega þessi gæi, hann kemur með þetta allt. Aðri fjölmiðlar sögðu ekki frá þessu. Nei. Og það kannski segir sína sögum hversu hlutlæg umfjöllun stórmál er. Já, 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 það er bara þannig. Herðu, nú færum við okkur í næsta flokk. Nú erum við komin á svona síðasta síðasta hlutan. Aftur kemur svipurinn með tíman. Við þurfum að fjárfesta fyrir margar milljónir í nýju klippiforriti, sýnist mér, eftir þennan þátt. Þú ert ekki að vera að ná þessu. Sættið bara við það og njóttu skipið sitt stundarinnar. Herðu, næsti flokkur og er kosningasigur ársins. Það hlýtur að vera breski verkamannaflokkurinn með dyggri aðstoð nýs forsætisráðherra Íslands og Samfylkingarinnar, því að flokkurinn fékk einhver rúmlega 30% atkvæða, hvað var það, 33-4, Já, það er eitthvað svoleiðis, og yfirgnæfandi meirihluta þingmanna, og afrekaði það að missa stuðning hraðar, held ég, hraðar heldur en Framsóknarflokkurinn í Reykjavík. En hraðan ég heldur hefði sett Bretlandsmet að minnsta í hversu hratt ríkisstjórnin misti stuðning kjósenda, og hversu hratt henni tókst að umbylta stöðu efnahagsmála til þess verra.
að bara fljótlega eftir þessi ríkisstjórn tók við þá fóru allir mælikvarðar meira og minna niður og er orðið bara stórkostlegt vandamál fyrir Bretland, þróun efnahagsmála þar, fyrir utan auðvitað öll hinn vandamálum sem við höfum rætt hérna áður og varða, ja, ef við höfum ekki tíma, sé það bara á svipnum á þér, til þess að fara yfir í þær ógöngur sem að Bretland er komið út í á mörgum sviðum. Kottu bara með næsta mál. Herðu, talandi um ógöngur, Já, þá ætti þessi flokkur auðvitað að heita ógöngur ársins, en næsti flokkur er leiðtogi ársins, já, okkar besti. uh, Og þarna, ef kaltænin skilaði sér ekki já, gegn, já, já. þá er Já, þetta er hann í Kanada já, sem Justin að, Trudeau, já, svona fyrirsvarsmaður vóksins, já, algjörlega ómögulegur stjórnmálamaður. það er bara alveg ótrúlegt hvernig hann hefur farið með Kanada. Já, Bara sorgarsaga. þetta er sko, Við höfum rætt þetta náður já, já, og ágjur okkar af vestur Íslendingunum en þeir mun ekki kjósa hann eða hans lið núna í komandi kostningum. En hann er farin frá eftir, já, ég veit þú gefur ekki tími í það en þessi saga stjórnarnas í Kanada, hún er uh, átakanleg. sko, hvernig er búið að fara með bændur þarna, hvernig var ráðist á vörubílstjórana og bændurna sem að voru að mótmæla á sínum tíma og bankareiknir þeirra að loka og þeir sveltir. uh, Hvernig ritskoðun hefur verið háttað, hvernig menn hafa verið dæmdir í fangelsi fyrir engar sakir. Það var bara hrikalegt að fylgjast með þessu en hann er hættur og kominn, eða kemur væntanlega fljótlega sprækur ungum maður. Ég hugsa að maðurinn sem vann veðmál ársins, Elon Musk, gæti vel hugsa sér að styðja við þann aðeila en veðmál hans fólst í því að styðja Donald Trump Já, já, sem að hefði þetta geta kostað hann mjög mikið ef Trump hefði tapað þá hefði verðmæti allra þessara fyrirtækjans fallið mjög hratt og hann verið í erfiðri stöðu en tók þetta veðmál og er núna, sá ég, ekki bara ríkasti maður í heimi heldur nánast tvöfalt ríkari en maðurinn sem kemur þar á eftir. já, já, ótrúleg þróun, ótrúleg þróun. Herðu, næsti flokkur, bjargaði horn ársins. Það eru öll málin sem að okkur meðal annara tókst að koma í veg fyrir að síðasta ríkisstjórn næði í gegn með því að tefja þau, standa í vegi fyrir þeim og svo komu kosningar. Þetta voru hlutir eins og 150 atriðin sem að loftslagsráðherrann ætlaði að vinna við. Aðgerðaráætlun til að draga úr hagsæld á Íslandi í 150 liðum. Akkurat. Já, já. Og hattursnámskeið, mæstu til þeim? Þeir eru sá þáttur var lengri en þessi. Þegar við fórum í gegnum 150 atriðin, Já, já. hann var langur. Og ég er mjög sko, hann var leiðilegur. En Nei, hvað er látt ekki svona? Þurfti að gera þetta. Þú undirbjóst þetta vel. Já, þetta var... Þú varst ekki eins stressaður og ég séð út orðið núna með tíman. Hann endaði nefndir í 2 minútum Já, það er rétt. og hann var ekkit leiðilegur, ekki verið að fæla fólk frá því að hlusta á þetta. Nei, það er rétt. Hann var Fólk reyndar þarf að ekki vita leiðilegur. þetta. Já, já. Hann var mikilvægur. Já, Mm. ég meina, já, og ég meina, hattursnámskeiðin, ég gæti haldið áfram ef þú værir ekki orðin svona rosalega stressaður, en, það verður ekki orðið af þeim ennþá, en það er spurning hvort nýja Já, ríkisstjórnin setur okkur alla landsmenn á slík námskeið. En farandi úr hatturs orðræðu námskeiðunum, þá er næsti flokkur, það er hreinskilni ársins. Já, það er titill sem að var tekinn með yfirbörðum hérna skomið fyrir kosningar. Það átti eiginlega engin séns. Nei. Stefán Fúli, sko, var náttúrulega hreinskilni þetta 2010, sko. Já, já. En nú, svona í seinni tíma pólitík, þá á engin séns í þetta. Nei, og þetta er ekki kaldarni að því leyti að við sem að segja að viðkomandi hafi ekki talað hreinskilnislega. Hann raunverulega bara sagði
það sem honum bjó í huga. Já, Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar. Guðbrandur Einarsson sem að sagði fólki frá því að umsóknum með Evrópusambandsaðild var í algjört frágangsatriði fyrir Viðreisn við stjórnarmyndun og að þeir væru til í að mynda ríkisstjórn með Pírötum Til að svo geta orðið. til að svo geti orðið. Já, já. Auðvitað, ég veit ekki hvort hann hafði ekki fengið memóið eða var búin að missa trú á framsóknarflokknum en ég held að Samfylking og Viðreisn hafi gert ráð fyrir því að kippa bara framsókn upp í Já, já, já. til að afgreiða þetta allt saman og Sé öllum ljóst í dag. svo var það ekki við valmöguleiki þannig að þá er flokkur fólksins tekin inn í staðinn og við þekkjum afleiðingarnar. Uh, Samgöngubót ársins. Já, samgöngubót ársins, það er hérna, það eru sem sagt, það má eiginlega segja fjárlög hafi verið afgreidd í flýt í aðdraganda kosninga til þess að fjármálaráðherra þess tíma, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, gæti tekið skóflustungu að Ölfusárbrú sem að ekki einu sinni búið að hanna. Þetta menn hafa nú oft geymt sér aðeins að taka fyrstu skóflustungu, en PR-ið skiptir máli. Já, vilja menn ekki yfirleitt svona hanna þetta fyrst og geta síðan búið upp á kaffi og skoða myndir af því sem það stendur til. Mörgum finnst að skipta máli, en núna var bara hægt að bjóða á myndir. Við ættum að taka fyrstu skóflustunguna að Sundabrautir, það ekki? Jú, heyrðu, Á það árinu. er rétt. Já. Það er rétt. Við göngum í málið. Já. Þá getur þetta ekki klikkað. Nei, akkurat. Fyrsta skóflustungan komin. Já. Um, Heyrðu, síðan er næsti flokkur blaðamannafundur ársins. Já, það var fjórði eða hvort það var fimmti. Hér stendur fjórði fundurinn til að tilkynna áform byggingu nýrar þjóðarhallar Já. sem framfór skömmu fyrir kosningar. Þessi fundir voru alltaf haldnir fyrir kosningar í Reykjavík þegar það var einhver mót í gangi HM í handbolta Já, einhvern tímann var það sem mýtti við. og nýjasti fundurinn, hvort sem hann var fjórði eða fimmti þessi miklu áform til að tilkynna þau, var skömmu fyrir kosningar. Mástu hvað hann fór fram? Og fóruðu aftur niður í Laugardal, drösluðu borðið þangað eða? Líklegt, ég man það þó ekki alveg, sko. Nei. Hörðu, hvað er íþróttalið ársins? Heyrðu, Þú það höldum er okkur bara íþróttirnar. íþróttalið ársins, það eru þetta ungmennafélagi Grindavíkur. Héldu áfram þrátt fyrir að með ekki koma heim til sín. Það er vel gert. Það meira er hægt að biðja um. Virkilega vel gert. Eldgos ársins, Það er ekkert. nei. Ekkert eldgos. Af því að eldgos er orðin hundleiðileg. Já. Uppgötun ársins. Já. Þetta er búið að vera í fréttum nýlega. Það eru nýtilfundan áhyggjur flugfélaga og að einhverju leyti flutningafyrirtækja af öllum nýju sköttunum og gjöldunum sem að síðasta ríkisstjórn ákvað að samþykja að Evrópusambandið fengi að leggja á þessi fyrirtæki og þar með alla Íslendinga. Alla þá sem að geti langað að skrepa til útlanda einu svona ári eða flytting á inn frá útlandum. Og við höfum rakið þetta hér. Ég þarf ekki að fara djúpt í það fyrir vikið en ráðherrar þessari ríkisstjórnar, þar með talið utanríkisráðherrann, forsætisráðherrann, þáverandi Katrín og samgönguráðherrann, tóku það sérstaklega fram að það stæði ekki einu svona til að sækjum undan þá. Nei, það var Þrátt fyrir að staða Íslands í þeim efnum væri sterk, að því Ísland er að leggja sitt af mörgum. Og við vorum, held ég með að segja, er það ekki alveg óvægt, einir að berjast gegn þessum áformum og reyna að benda á afleiðingarnar. Og afleiðingarnar þær bara færast næri tíma jafnt og þétt. Já, og afleiðingarnar voru alveg skýrar af því að meiri sé Evrópusambandið sjálft útskýrði þær. Rétt eins og þeir reyna að útskýra hvað felist í því að sækjum aðildarsambandinu. Og markmiðið var, fólk myndi hætta að flytja svona mikið dót á milli landa og fólk, almenningur, myndi hætta að þvælast til útlanda. Og það getur bara farið í járnbrautarlest. Já. Það er smá Og bara það var sko skýringin í Evrópu. Heyrðu, þið farið bara í járnbrautarlestinnar þá í staðinn. Þeim var ekki til að drefa hér. Nei. En það var bara yfirlýst markmið að fjöldi farþega, ef ég man það rétt, 2050 sem nú reyndar ekkert svo langt í.
hann yrði held í fjórðungur af því sem ella hefði orðið ef ekki væri fyrir þessar nýju Já, álögur. já, Og þetta átt að gera með því að skattleggja almenning, þá sem ekki hefði efna á, út af markanum, þannig að fólk hætti að fara til Teni eða Köpen eða hvað sem er, héldi sig heima á sér, og þetta töldu bara íslensk stjórnvöld, ríkisstjórnin, gott og gilt af því að við þyrftum að leggja okkar af mörgum. það er bara Og við algjörlega bilað, sko. reyndum að benda á þetta og bendum flugfélagunum og öllum sem á þetta, og ég held að sér aðalega hafa bara vonast til þess að þetta myndi einhvern veginn bergast. En við þekkjum kerfið, hvernig það vinnur, þegar það kemst á stað, þá heldur það bara áfram. Já. Við munum auðvitað reyna aðstoða og ég takast á þetta, en það er orðið mjög erfitt núna, þeir eru búið að gefa allt eftir. Það er nú málið, sko. Heyrðu, nú fer að hérna hillundi lokin á sig á okkur, það eru fern verðlaun eftir, Já, en við ætlum að byrja á listaspírónum okkar. já, en það er samt ekki gott þegar þú talar eins og þú lakir meira til þess að þátturinn klárist heldur en til næsta liðar. Nei, það var ekki Þú- meiningin, þó þú- að það við hljóma þannig. En næsti liður er sniðganga ársins. Ég bara get ekki hugsað neitt annað en vandrað en að ég að klippa þennan þátt. Eða réttar þess að ekki klippa, við klippum náttúrulega aldrei neitt. Þetta fer allt hérna í loftið beint að beljunni. En til þess að útskýra vandamál hérna mitt í framhald af þessu er að þegar þáttur fyrir yfir 2 tíma þá skapast einhver vandamál sem ég kann ekki útskýra. Já, en það var aldrei raunhæft að Nei, alltaf þínar marka. heyrðu, sniðganga ársins. Hefur heyrt Joe Rogan? Þú veist, hann tók, 3-4 tíma viðtal við forsetaframbjóðandi í Bandaríkjunum. Já, það er. Hann töðuði ekki. Nei, Hvor voru þeirra? ég skal grjót halda kjafti. Sniðgang, hvað varstu með? Sniðganga ársins, Uh, þarna erum við að tala um 100 listamenn sem aldrei hafa komið fram í Ísrael, sem hóta að koma aldrei aftur fram í Ísrael. já, Þetta var, þetta er tiltölulega útgjalda lítil hótun. já, þetta er svona, þeim hefur aldrei verið boðið á neitt venju og það er nú þekkt að það eru hérna skemmtilegar og fínar tónlistarháttíðir og þar fram til göttunum sem að þarna fara fram, en enginn þessara listamann hefði nokkuð tímann komið fram í Ísrael, en þeir ætla sko aldeilis ekki að gera það aftur. Þú hefði nú getað unnið þér einn stig, Bergþór, ef þú hefur skrifað um það á Facebook að ef þú fengið beiðnum að mæta á tónlistarhátíð í Ísrael þá myndir þú hafna því. Já, Um, ég held að ég sé ekki að fara í þá eftir þetta sko. Semst að hafna slíku. Ég myndi heldur þú setja mig fáir, stand og hérna, eftir en að býða? ég er enn að býða, ég vona. Já, ok, Heyrðu, svo er næsti hérna flokkur sem að við ætlum að taka fyrir. Það er Færeyingur ársins. já, færingur ársins. Einhverjir getur hafa aldrei að það væri regin okkar sem að starfar hér á Alþingi Já, já. og er færingur. Toppmaður. Já, við höfum nú átt í útistöðum við, Já. alloft. Hann Já, er já. svona, Það er í góðu. já, En alltaf í sem góðu. komið er höfum við alltaf lúfað. Já, hann er svona, fyrir stjórnþingsins hérna, þá er hann svona, það sem hann kalla í Ameríku, the muscle. Hann er svona handrukkari yfirstjórnar þingsins hérna, gagvart okkur. En vinur okkar, Já. og þóttu við höfum tekist á við hann ítrekað, þá elskum við hann samt. En hann er samt ekki færingur ársins, því hann náði ekki að keppaði mig. Nei. Ég nefnilega fór til Færeyja á liðnu ári og var bara fullur lotningar yfir því hvað þeir eru að gera flotta hluti þannig, og hálfpartinn bara langaði að flytja og setjast þarna að. Og þeir eru líka svona praktískir, þeir eru ennþá með raunamatengingu, þeir eru grjótarðir í að geta hagsmuna sinna. Ég held að enginn sé þarna að tala um að Færeyjar gangi í ESB. Nei. Samt er þeir undir Danmörku og Danmörk er í ESB en Færeyjar ekki, og þeir eru með mikla áherslu á eflingu atvinnulífsins þarna,
Þeir eru með kvennasalerni, Já, já, eins og allir ætti að vera með. já, og, og í fríöfni, og þetta var fyrsta upplifin þegar hún kom að. Þeir eru með plastboka, eins og maður man eftir í gamla Og daga. plaströr. Plaströr, bara allt. Heyrðu, ég nýt þess í hvers skipti, bara gjöfin sem ég sagði frá hérna um daginn, Já, plaströra pókarnir þrír. ég fór undir einhvað svona fancy eða fínt hótel Mm. sem við borðuðum eina máltíð og þar voru þeir konum með pappan. En ég held að almenningur í Færeyjum hafi ennþá aðgangað plastpokum og Já, plaströrum. já, já. Og maður kaupir vassflösku, getur maður tekið tapan af. Ó, Nú ætti ég ekki að jinxa þetta, ég vona að þetta sé ekki búið að breytast í middeltíðinni. En Færeyjar, já. uh, Færingur ársins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. já, Mm. Heyrðu, svo er hérna sjálfshólið verður nú alltaf að fá að vera eitthvað til staðar, allavega í námundar. já, En þetta er frá hlustanda, þetta er ábending frá hlustanda. ég hélt að þú hefði laumað þess inn, ég sé þetta hérna, eins og að Beggi hefur skrifað þetta, nei, Hlaðvarsmenn ársins, það var bara ein tilnefning og hún kom frá tröstum hlustanda. Hlaðvarsmenn ársins, sjónvarslösi fimmtagar, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Bergþór Ólason. Við þökkum fyrir okkur. já, við þökkum fyrir þessa tilnefningu og þykjum útnefninguna verðlaunin, sérstaklega gaman að vinna hann að strák Gíslafrey og Gaurinni sem er ofta að mæta hjá honum, sem er líka á MBL, Já, Stefán, já, einmitt, eitthvað svo leiðis. akkurat. Já, herðu, við þökkum fyrir okkur. Já, herðum, svo er komið að loka flokknum og hann er nú svona fyrir okkur hér í þinginu á mörguleiti mikilvægastur. Já, Loka verðlaun þessa ársuppgjörs fyrir árið 2024 eru starfsmenn ársins. Eigum við ekki að hérna bara opinbera það að jú, starfsmenn ársins eru starfsmenn Alþingis sem við kunnum mikla þakki fyrir þolinmæðina því að ég held að það sé nú, ég er ekki viss um að þau fá borga nógu mikið til að sitja uppi dagana langa. en frá því ég byrjaði hérna og eflust á það saman við þig, frá því þú byrjar, hefur maður verið bara fullu lotningar gagvart starfsfólkinu hérna á Alþingi. Svo frábært fólk Já, já, og verið bara vinir manns, alltaf til í að redda allu og græja allt. Þannig að það var aldrei neina spurning þegar að koma að því að tilnefna starfsmenn ársins að það væru samstarfsfólk okkar hér á Alþingi sem við gætum þurft að kalla til núna af því að þú ert búin að láta hann þátt dragast svo mikið að við þurfum að fara hérna út eftir lokun. Gætum þurft að kalla einhver til að aðstofa okkur en það verður örugglega ekkert vandamál. Þetta fólk er alltaf búið og búið. já. Það er þannig og þetta er sko og það er þannig þolinmæði sem að þetta góða fólk sýnir að ef ég væri í þessu hlutverki þá væri nú sennilega fyrir nokkru búið að koma mér fyrir upp á Hólmsheiði og það er einhver varaþingmaðurinn komist inn Já. í staðinn fyrir það sem féll en hérna en við bara þökkum hérna starfsmönnum Alþingis kærlega fyrir árið 2024 og hérna og lofum að vera til minni vandræða. Ekki lofa miklu, Petter. Nei, við lofum engu, Nei. við lofum engu. Og hérna, en 2025 verður gott. Já, við lofum því að ef að við verðum komin með yfir 50% þingmanna, þá munum við vera til minni vandræða. Já, já. Skulum ekki lofa, við Nei, skulum í að því. Kemur til greina. Kemur til Já, greina, já. semjum um það. Já. Heyriði, kæri áhörnendur, þetta er búið að vera hérna, gaman að fara í gegnum þetta. Það var sérstaklega gaman að fá svona mikið ábendingum utan úr bæ frá hlustendum og hérna að ári þá hérna hvetjum við ykkur til þess að gera slíkt hið sama. Þetta er svona held ég ágætis svona jafnvægi af ábendingum utan um bæ og hérna og þess sem við formum hér sjálfur á grundvelli þess sem að gerst hefur í gegnum árið. En þetta er hvað? Þetta er þriðja áramót uppgjörðu okkar held ég. Já, allavega það. Er ekki munið það rétt? Já. Jú, held sér rétt, þriðja. Haustið, það er 22, 23, 24, þetta er þriðja. Já.
og þetta er hérna rétt að byrja og nú styttist í að stuðið fara að aukast mjög hratt og það fara að hitna í græjunum hérna í þinginu. Ég er nú að veðja og að þingið komið saman hérna, ekki fyrir netti mánaðamót en ég held að markmiðið sé samt ennþá þetta síðasti þriðjudagur fyrir mánaðamót, semst í janúar megin. Er það 2008. eða? Já, Nei, það ég man það ekki, ekki. Já, cirka bót. já, Og ég held að það verði hérna, ég held að það hafist nú ekki á þriðjudaginn 2008. Þannig að ef ég væri að setja pening á hérna, Epic Bet, þá myndi ég veðja á 4. febrúar, já. þriðjudaginn 4. febrúar. Þannig að hérna, en það er auðvitað margt að undirbúa þangað til og það verður áhugavert að sjá þegar þau fara svona að sína á spilin gagnvart því hvað þau ætla sér raunverulega að gera. Já, Mm. en nú ætla ég að fara að fá mér hrökkbrauð ársins af því að það sem litla sem ég fekk fyrir þáttinn, það nægir mér ekki lengur. Ég gerði ekki ráð fyrir að þú myndir blara svona mikið og halda mér svona lengi. Stundum ræði ég bara ekkert við mig. Við erum hér fyrir áhörnundu, þá er komið hérna fram með miðnætti. Við varum alltaf látið læstir inn í hérna, svartakassanum og hérna, ég sé fyrir mér að hérna, beita Sigmundi Davíð fyrir mér mögulega hérna, setja hann út um einhverja rúðuna þarna í varðhæðinni og lappa út í kjölfarið. Við finnum út úr þessu þegar ég er búinn að fá mér hrökkbrauð með osti. En kæru áhörendur, takk fyrir að hlusta. Þetta er búið að vera gaman að taka saman helstu atriði ársins 2024. Við mætum hér galvaskir með nýjan þátt á næstu dögum og svo bara hérna vonum við að nýja árið verði stórkostlegt fyrir ykkur eins og hérna ég vissum að það verður fyrir okkur. Og hérna og við munum hér verða í góðum gír í stjórnarandstöðu á næstunni. Takk fyrir liðið ár, gleðilegt nýtt ár og bless. Bless, bless.